Já, góðan daginn. Ég heiti Marja og er samskiptastjóri Borgarbyggðar og býð ykkur hjartalega velkomin á atvinnumálaþing Borgarbyggðar árið 2022. Yfirskrift þingsins er nýsköpun og atvinnuþróun. Það er bæði ánægjulegt og mikilvægt að sjá hversu margir sáu sig fært að mæta. Kvikmyndafélag Borgarfjarðar er að taka upp þingið en það er ekki sýnt í beinu streymi, heldur munum við gera streymið aðgengilegt á heimasíðu Borgarbyggðar á morgun. Dagskráin í dag er bara mjög fjölbreytt. Það eru 4 erindi fyrir hlé og 2 eftir hlé. Síðan koma pallborðsumræðurnar og ef tími gefst þá er hægt að spyrja spurninga í lokin. Það er smá breyting á dagskráinni. Við ætlum að fá Áslaugu Örnu ráðherra til að flytja erindi en mjög óvænt þurfti hún að aflýsa í morgun og hennar í stað er aðstoðarkonan Áslaug Hulda. Okkur þá ekkert afanbúnaði en að hefja þingið. Fyrst upp í pontu er Þórdís Sigurdóttir, sveitarstjóri Borgarbyggðar. Hún er jafnframt fundarstjóri þingsins. Þannig að gjörðu svo vel, Þórdís. Já, góðan daginn. Ég tek undir það með Maríu, gaman að sjá svona fjölmenn þing. Það er alltaf þegar maður biður ekki skráningu þá veit maður ekki hvað eru margir að fara að koma. En þetta er náttúrulega málefni sem snertir okkur mörg og flest öll. Þannig að það er gott að við tökum þetta samtal. Já, ég er með erindi í rauninni hvað bíður þín í Borgarbyggð. En við erum á tímamótum í Borgarbyggð. Það er ekki bara út af sveitarstjórnarkosningar eftir tæpar 3 vikur, eða rúmar 2 vikur. Heldur alls konar teikn á lofti sem sýna það að framtíðin er nær okkur heldur en hún hefur oft verið áður. Það Sundabrautin komin á dagskrá aftur og við gerum bara ráð fyrir að hún muni koma. Með tilkomu Sundabrautarnar þá mun vegalengdin upp í Borgarbyggð styttast 9 kílómetra og það er alveg töluvert þegar við erum að skoða vegalengdir á milli Reykjavíkur og Borgarbyggðar til dæmis og Reykjavíkur og annarra sveitarfélaga sem hafa verið í örum vexti undanfarin ár. Þannig að þau sveitarfélög sem hafa verið í örum vexti undanfarin ár, það eru sveitarfélög sem eru svona 40 til 60 kílómetra í burtu frá Reykjavík. Nú bara ákall íbúðarhúsnæði og það farið að teygja sig lengra. Núna þurfum við bara að taka af skarið og horfa til framtíðar og það held ég að við séum að vinna með núna. Auðvitað eru margir sem hefði viljað sjá þetta fyrr gerast en núna tækifæri sem við getum gripið. Vesturlandsvegurinn, hann líka að það verið að breyta honum, það verið að setja hann í 2+1 þannig að það verið 2+1 akrein á leiðinni sem að gera hann bara mun öruggari og fljótfarnari og þeirri framkvæmd á að vera lokið innan 5 ára ef ég man þetta rétt. Það eru skipulagsmál í sveitarfélaginu. Við erum búin að vera að breyta atvinnuhúsalóðunum sem eru á Vallarási sem hefur ekki verið úthlutað eða hefur ekki verið áhugi fyrir undanfarin ár. Fyrr en núna allavega síðan ég kom til starfa þá hefur þeim verið sýndur áhugi. En þó þannig að þær þurfa að vera minni. Það búið að vera aðlagðar núna þannig að þær séu minni og henti meira þeirri starfsemi sem að sér fyrir sér að koma upp yfir. Og þessar lóðir fara þá eftir bara að samþykkja endilega deiliskipulagsbreytingu á þessum lóðum og þær fara bara mjög fljótlega í úthlutun og til þess að við getum fengið atvinnu og ný fyrirtæki þá þurfum við náttúrulega líka að hafa íbúðir og svæði fyrir fólk til þess að byggja sér húsnæði. Í dag held ég 60 íbúðir í byggingu í sveitarfélaginu og þá erum við að tala íbúðir og einbýlishús. Það
Á teikniborðinu eru allavega svona 40 í viðbót en nákvæmlega á hvaða tíma það verður gert ekki alveg skýrt. Við erum að vinna að fjölgun lóða á Varmalandi og gerð gatnagerð þar og fjölgun lóða og gatnagerð á Hvanneyri. Svo þurfum við aðeins að skoða hvað við ætlum að gera í framhaldinu af þessu. Þurfum að stækka Hvanneyri, það fara mjög hratt lóðunar út þar. Það verið að búa til lóð í götu í skipulagi í kringum í framhaldi af Fjólukletti og í kringum klettin sem þarna fyrir ofan Kaupfélagið og þar tækifæri fyrir einbýlishúsa byggingu og svo erum við náttúrulega að fara í hönnunarsamkeppni á svæðinu handan Borgarvágs. Og það verkefni sem ég held að við eigum að setja svolítið á oddinn, bara sem sveitarfélag öll, og taka bara svolítið þátt í því öll saman hvernig við viljum hafa það. Hvernig viljum við skipuleggja þetta hverfi, hvað sjáum við fyrir okkur að þjónustun þurfa að vera þarna. Við vitum að það þarf að vera grunnskóli og leikskólasvæðinu og þetta svona, ef allt myndi ganga rosalega vel, þá væri kannski hægt að fara að byggja þarna eftir svona, eða fara í gatnagerð eftir svona 4 ár, en svona raun eftir kannski svona 5 til 10 ár. Eftir 10 ár gæti verið alveg komin ágætis mynd á þetta ef þetta verður sett á oddinn. Það sem kannski alltaf svona helstu áskorunina hjá okkur í því að stækka fjármagn. Það fjármagn til mannvirkjagerðar, fjármagn í götur, fjármagn í bara í rauninni rekstur stofnana. En ég tel að bara með svolítið svona skapandi leiðum til þess að finna leiðir til þess að fjármagna til dæmis gatnagerð og undirbúning lóða, þá held ég að það geti orðið af þessu. Með þessu við höfum talað að við getum tvöfaldað íbúa fjölda Borgarbyggðar með þessu eina hverfi. Og þá hefur oft verið fleytt fram spurningunni og hvað á þetta fólk að gera. Ég ekki með svörin, en þess vegna langar mig í samtal við íbúa, við fyrirtækjaeigendur, við íbúa sveitarfélagsins og þurfa sveitarstjórnar fulltrúar þurfa náttúrulega líka að eiga þetta samtal. Við þurfum að skoða og gera metnaðarfullt plan til lengri tíma, gera framtíðarsýn sem sýnir að við meinum það sem við erum að gera og ég tel að við séum svona byrjuð á því og þetta eitt af þeim skrefum sem við erum að fara fram í þeim verkefnum. Við stöndum líka á tímamótum þar sem að Nýsköpunarnet Vesturlands var stofnað daginn en Nýsköpunarnet Vesturlands á að tengja saman þá aðila sem vinna nýsköpun á Vesturlandi og efla þau nýsköpunarsetur og samvinnurými sem að stíga sinn fyrstu spor í flestum sveitarfélögum. Í Borgarbyggð verið að fara að stofna nýsköpunar- og þróunarsetur og það það nýsköpunar- og þróunarsetur sem að Háskólinn á Bifröst og Landbúnaðarháskólinn hafa haft svona á sínum herðum og hún Ragnheiður fer yfir með okkur á eftir rektor og síðan höfum við verið að leita leiða hvernig við getum kannski eigum við að endurvekja hugheima og þá í hvaða formi. Nú búið að stofna hinum megin Rekus, þetta það ekki, svona samvinnurýma leigu. Og svo líka á Bjarnabraut 8, þar fullt af fólki sem bara að leigja sína eigin skrifstofu með aðgang að kaffistofu og öðru. Þannig að kannski þarf Borgarbyggð ekki að vera með samvinnurými eins og en við þurfum að hafa þetta í framtíðarsýninni. Hvernig viljum við sjá svona framtíðar aðstöðu fyrir íbúa og þá líka þessi störf án staðsetningar. Og þá sem eru líka bara einyrkjar og að vinna heima í fjarvinnu. Þetta hugheimar voru frumkvöðla og þróunarsetur sem var starfandi í nokkur ár hér í Borgarbyggð á árunum 2015-2019 en misti húsnæði á Bjarnabraut 2019 og breytti þá aðeins starfseminni sinni og kom aðeins niður í menntaskólan á hluta, eða Hjálmaklett.
En ég veit að þörf fyrir svona samvinnurýmum og nýsköpunarrýmum gríðarleg hjá íbúum sveitarfélagsins. Það var gerð könnun, SSVAF gerði könnun fyrir 1,5 ári síðan eða svo sem sýndi fram á að fólk myndi vilja nýta sér svona aðstöðu. Fyrir 2 árum síðan þá fórum við markaðsstefnumótun, eða kláraðist markaðsstefnumótun sveitarfélagsins. Og hún var byggð á grundvelli rýniviðtala og viðhorfskannana. Viðhorfskannar voru bæði meðal íbúa, fyrirtækja og einstaklinga sem eru ekki búsettir í Borgarbyggð. Þessi niðurstaða sýnir hverjir eru helstu kosti þess að búa í Borgarbyggð. Þetta það sem unnið út úr rýniviðtölum og viðhorfskönnunum. Það nálægt Reykjavík. Það stutt til Reykjavíkur, það fallegt umhverfi, rólegt fólkið, stutt í alla þjónustu, náttúran, góð þjónusta, lítið samfélag. Það alveg ótrúlega mikið af kostum sem við höfum í sveitarfélaginu sem mikilvægt fyrir okkur að byggja á. Við þurfum að styrkja þennan grunn sem við erum með. En frá því að þessi markaðsstefnumótun var kynnt árið 2020, þá höfum við verið að vinna að aðgerðum sem settar voru fram í henni. Aðgerðina sem komu fram í markaðsstefnumótuninni eru bæði litlar og stórar og eitthvað sem auðvelt að ná fram og svo annað sem tekur lengri tíma og erfitt að ná fram. Við héldum kynningu á markaðsstefnumótuninni í COVID, í hólfaskiptu umhverfi og það var líka streymi á því. Og við erum búin að vera að vinna að þessu en það þetta markaðsstefnumótun sem við vinnum aðgerðir og verkefni eftir. En aðgerðirnar eftir markaðsstefnumótun ná til 3 hópa sem eru íbúar, fyrirtæki og gestir. Og við settum stýrihóp á stað innan sveitarfélagsins þegar að markaðsstefnu lauk og settum niður forgangsröðun og svona aðgerðir og tillögur á úrvinnslu sem var síðan skilað í atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefnd. En það atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefnd sem hefur þessi málefni og skipuleggur þetta þing meðal annars. Ýmis verkefni úr markaðsstefnumótuninni svo hjá öðrum nefndum og svo líka bara hjá almennu starfsfólki sveitarfélagsins. Almennar aðgerðir markaðsstefnumótunarinnar var að auka ánægju, bæta búsetuskilyrði, styrkja samband og samtal, auka samkeppnishæfni og bæta atvinnulíf. Í dag við að tikka í þarna box og reyna að taka þetta áfram, auka samband og samtal og bæta atvinnulíf. Með því að bæta atvinnulíf þá aukum við ánægju, bætum við búsetuskilyrði og aukum samkeppnishæfni. Þannig að þegar við tökum þetta samtal í dag og fáum að heyra hvaða leiðir eru færar og hvernig við sjáum fyrir okkur samstarfið, þá getum við tekið næstu skref. En helstu aðgerðir undanfarin ára, kannski bara til þess að þið sjáu þetta í ljósi við það sem hefur verið gert undanfarin ár. Bætt skilvirkni og skipulagsmál, það var eitthvað sem var mjög ofarlega á borði í niðurstöðu markaðsstefnumótunarinnar. Það var gefin út gæðahandbók með verkferlum þar sem verið að sýna fram á að reyna að vera að auka skilvirkni ráðhússins. Og var sérstök áhersla lögð á skipulags- og byggingamál. Við erum búin að endurskipuleggja skipulags- og byggingasviðið hjá okkur, eða skipulags- og byggingadeildina og í rauninni bara ráðhúsið, stjórnsýsluna í heild til þess að reyna að auka skilvirkni og bæta þjónustu. Það var gerð þjónustustefna sem verið að innleiða í allar stofnanir. Gæða- og mannvirkjastjóri og samskiptastjóri að heimsækja allar stofnanir og fara við þjónustustefnuna. Þjónustustefna segir í rauninni bara við erum þjónustustofnun. Borgarbyggð einhver þjónustustofnun, þjónustufyrirtæki og þá skiptir mjög miklu máli að við séum að sýna góða þjónustulönd og veita íbúum góða þjónustu. Það var sett á þjónustuver í ráðhúsinu sem á að taka fyrstu snertinguna og þegar viðskiptavinir hringja inn þá eiga ofta geta þá leitað að upplýsingu í þjónustuverinu og í sumum tilvikum þurfa þá að leita lengra en við finnum það og sérfræðingar finna það, til dæmis skipulags- og byggingadeildinni, að það minna áreiti, þannig að þau hafa þá meiri tíma í að fara og vinna dýpra í verkefni. Og við sjáum það ef við skoðum skipulags- og bygginganefndar fundagerðir undanfarið ár allavega,
hversu mikið af málum núna versus það sem var fyrir 1-2 árum. Það hefur verið, eitt af því sem var rætt var náttúrulega líka það að það þyrfti að bæta ímynd sveitarfélagsins. Það þyrfti að gera meira markaðsefni og við þyrftum að sýna fram á hver við erum og láta fólk vita. Eitt af því sem að rýnihópurinn sem einstaklingar sem ekki búsettir í sveitarfélaginu, eitt af því sem var svona ofarlega á lista var bara hvað Borgarbyggð? Við vitum það ekki alveg. Þannig að við vorum svona svolítið að vinna með það í okkar markaðsefni og gerðum markaðsefni, létum taka myndir fyrir okkur af sveitarfélaginu sem við erum að nota í kynningarefni og svona verkefni fyrir sveitarfélagi. Við erum að bæta samskipti milli stofnana Borgarbyggðar, það reglur fundir, við erum að reyna að auka ánægju starfsfólks og það vikulegir upplýsingapóstar, árshátíð. Árshátíð sveitarfélagsins verður eftir 2 vikur og það 320 manns skráðir á árshátíðina. Sveitarfélagið með 360 manns í föstu starfi í 20% eða meiri. Þannig það bara gríðarlega gaman að sjá hvað mikið afl í sveitarfélaginu. Svo hefur við líka eflt nýsköpun með aðkomu að nýsköpunarneti Vesturlands og núna nýsköpun- og þróunarsetrinu sem verður stofnað síðar í mánuðinum sem að Ragnheiður kemur inn á. Mér langar að sýna ykkur þetta myndband. Þetta eitt af því sem var eitt af því markaðsefni sem var gert fyrir sveitarfélagið. Við tókum upp 2 myndbönd við atvinnurekendur og ég ætla að sýna ykkur annað núna sem að segir henni hver þjónustan er. Er þetta ekki klart, strákar? Er ekki örugglega hljóð á þessu? Er ekki hljóð. Vitið þið hvernig ég stilli hljóðið? Marja. Það alltaf ykkur áskorun hjá okkur. Við tjekkin. Já. Það bara þessu? Það betra. Já. Það nákvæmlega verið. Já, prófa. Prófum. Nei. Jú. Prófa það núna. Það það sem að mér finnst kannski Þetta allt að gera, sko. Ég held að það hafi verið fyrir mikrofónum. Þetta Svona. Nei. Það skilja sér ekki. Heyrðu. Það bara hækkar í botn. Já. Það er hérna hækkað, nei, það er ekki hækkað botn. Það hækkaði bara í botnina hjá mér og það spilast í hljóðnumunum mínum. Sjáum hvað gerist. Reynum okkar besta. Þjónustan persónuleg. Það það sem að mér finnst kannski skemmtilega við að vera fyrirtækjaðandi í Borgarbyggð. Það svona við erum svona í meiri nánd, eða það getur sagt sem svona, við viðskiptavini. Það náttúrulega fullt af fólki hérna sem við Heyrðu, ég hvet ykkur bara til að kíkja á þetta. Okkar og svo líka kynnumstu fullt af fólki sem að En þetta tilgangur var svona náttúrulega helst íbúðbyggð í sá. Borgarbyggð. Það mikið að sumarbústöðum og fólk hérna meira á minn allt árið. Að sýna ykkur það markaðsefni sem væri til stað, sem hafið þið tekið eftir markaðsefninu sem hefur verið gert. Maður sjá rétt upp hönd. Frábært. Af því að markhópurinn var ekkert endilega við, heldur aðrir og í sumum tilvikum við. En þetta er bara verkefni sem við höldum áfram með og það komið bara mjög skemmtilega svona sögur út úr þessu verkefni.
En þau atriði sem að við höfum verið að leggja áherslu á undanfarna mánuði og munum gera á næstkomandi mánuðum og árum eru þau atriði sem eru til þess að bæta búsetuskilyrði, styrkja samband og samtal og bæta atvinnulíf. Það er það sem við erum hérna til þess að ræða í dag. Og þau verkefni sem voru sett fram í markaðsstefnumótuninni varðandi fyrirtæki og atvinnulíf eru þessi. Ég legg til að við höfum þau svolítið á bak við eyrað þegar við erum hérna að tala saman í dag og í þeim fyrirlestrum sem við erum að heyra á eftir. En við ætlum að ýta undir jákvæðni og betri samskipti, við ætlum að auka samtal og samráð, bæta rekstrarumhverfi, efla nýsköpun með áþreifanlegum hætti, styrkja og styðja fyrirtæki sem vilja gera eitthvað nýtt eða hefja starfsemi, efla ímynd Borgarbyggðar innan við sem út á við, benda á að það er ekki langt til Borgarbyggðar, alla þá hentugu staðsetningu sem við erum að ræða hér í sveitarfélaginu, að hér er hentugu staðsetning fyrir mörg fyrirtæki og alla þá þjónustu sem er til staðar í sveitarfélaginu. Við þurfum að setja okkur framtíðarsýn. Með þessu að við erum komin með atvinnuhúsahverfi eða atvinnuhúsalóðir sem eru bara að fara í úthlutun innan mánaðar og við erum að stækka íbúðasvæðin, þá erum við að setja ákveðna framtíðarsýn. Við erum að stækka og mér heyrist allir verið rosalega ánægð með þá og telja bara af hverju erum við ekki búin að stækka jafn mikið og önnur sveitarfélög svona nálægt Reykjavík. Hvers vegna erum við ekki á sama stað og önnur sveitarfélög? Og kannski höfum við bara ekki verið tilbúin. Og það eru alls konar innviðauppbygging og alls konar atriði sem við þurfum að sinna hjá okkur inn á við og svo getum við farið að stækka núna út á við. Og það er, eitt af því sem kemur fram í markaðsstefnumótuninni er minnumáttarkennd. Við erum alveg ótrúlega mikla minnumáttarkennd sem sveitarfélag og sem íbúar sveitarfélagsins. Og við þurfum að vinna í því. Við erum bara ótrúlega flott og öflug og höfum ótrúlega margt að bjóða. Við erum rosalega rík af þjónustu og auðlindum. Það býð okkur mörg tækifæri og þessi framtíðarsýn í byggðaþróun og atvinnulíf er eitthvað sem við þurfum líka að eiga samtal Við teljum að samvinna ólíkra aðila skipti miklu máli, samspil ólíkra hagsmunaaðila, hagsmunahópa, það er að segja íbúa, fyrirtækja og stofnana er það sem skapar þessu undirstöðu sem við viljum hafa. Samspil sem við erum með hér í dag og það samtal sem við munum eiga eftir er eitthvað sem mun skipta sköpun í því að setja stefnu fram á við í atvinnumálum. Við þurfum að líta lengra heldur en bara 1-2 ár eða 1 kjörtímabil. Við þurfum að líta til 5 ára eða 10 ára. Hvar ætlum við og hvar viljum við vera eftir 10 ár? Það er ótrúlega oft sem að það er vanmetið hversu langt við komumst ef við setjum stefnuna á framtíðarsýn 5 eða 10 ár fram í tímann. En það er ofmetið ef við erum að skoða bara eftir ár, þá ætla ég að vera komið þangað. Þannig við þurfum að huga að því hvað getum við gert og hvernig komumst við þangað. Og þess vegna er mikilvægt fyrir okkur öll að sigla í sömu átt eins og við hérna á kajaknum og vinna bara saman að þessari stefnumótun og þessari framtíðarsýn. Og ég hlakka til að heyra þau erindi sem að munu koma hérna á eftir mér og ætla ég að bjóða bara næstan í pontu Pál Snævar Brynjarsson og framkvæmdastjóra SSVAF. Þetta fór páfundið. En Páll var sveitarstjóri Borgarbyggðar árabil og þekkir þessna sveitarfélagi út og inn. En hann ætlar að segja ykkur frá þeirri stefnumörkun eða stefnumótun sem hafa farið í árið 2019, svona sviðsmyndagreiningu og áhrifaþætti í atvinnuþróun á Vesturlandi. Gjörðu svo vel, Páll. Og takk fyrir mig. Já,
Já, fundarstjóri, ágætu fundamenn, eins og Þórdís kom inn á, þá ætla ég að fara yfir svona helstu þætti sem að komu fram í sviðsmyndagreiningu sem að KPMG vann fyrir okkur árið 2019 og var hluti af því að við vorum að fagna 50 ára afmæli Samtaka sveitarfélaga á Austurlandi. Nú, í þessari vinnu þá vorum við að horfa til framtíðar og við vorum að velta vöngum yfir því hvernig atvinnulíf og samfélag getur þróast næstu 20 árin. Það voru unnar 4 sviðsmyndir þar sem sérstaklega var horft til 2 drifkrafta sem gætu stýrt þróun. Annars vegar vorum við að horfa á nýtingu auðlinda versus mannauðinn og hins vegar það að fólk vildi búa í dreifbýli eða í þéttbýli. Þannig að þetta voru drifkraftarnir sem við vorum að skoða. Og það er kannski rétt að nefna það ára lengra haldið að það var ansi stór hópur sem kom að þessu. Það voru ýmsir sem tóku þátt í vinnustofum, það voru viðtöl við ýmsa aðila í atvinnulífi og í sveitarstjórnarmálum og síðan var gerð könnun meðal íbúa þar sem að hátt í 200 manns svöruðu spurningum hvernig þeir sæju fyrir sér að atvinnulíf og samfélag væri að þróast. En ég ætla í þessu erindi að reyna aðeins að þrengja sjónarhornið og hafa ákveðin fókus á borgarbyggð. Einhvern tíma var sagt að fortíð skal hyggja er framtíð skal byggja og við gerðum það í þessari vinnu okkar. Við fórum aðeins og skoðuðum söguna til að átta okkur á því að breytingar er eitthvað sem gerist reglulega. Og ég held við getum komist að því þegar við skoðum þetta að það hafa orðið gríðarlega miklar breytingar í atvinnulífi og samfélagi hér í Borgarbyggð. En við höfum alltaf komist í gegnum þetta og það er alltaf nýjar atvinnugreinar sem koma inn ef eldri er að hverfa á braut. Setjum okkur bara og stökkum aftur í tíman og förum aftur til ársins 1980. Hver var staðan þá svona í megindráttum? Hér. Það voru gríðarlega miklar framkvæmdir í gangi. Það var verið að klára Borgarfjarðarbrúna, það var verið að leggja hitaveitu allt héraðið, landbúnaður var í blóma og hér voru gríðarlega stórar úrvinnslustöðvar í varðandi landbúnað. Mjólkursamlag, sláturhús, kjötvinnsla og svo mætti lengi telja. Og Borgarnes var, eins og hann hefur lengi verið, blómlegur þjónustubær. Og það var einhvern tímann sagt að Jónas frá Hriflu hefði skrifað í tíman að í Borgarnesi þá lifðu menn hver og öðrum. Það er að segja hér voru menn að þjónustu og þannig hefur það verið allt frá upphafi. En þetta var staðan 1980 og þá vorum við í raun og veru að fara út úr miklu uppbyggingaskeiði sem var allan Borgarfjörð. Og það svona kemur ákveðin samdráttur miðjan 9. áratuginn, eitthvað sem kannski menn stýrði ekki alveg hér, heldur voru það ákvarðanir sem að stjórnvöld tóku varandi kvótakerfi landbúnað og svo framvegis. Förum svo 20 ár fram í tíman. Hver er staðan hér árið 2000? Það hafði orðið gríðarlegur samdráttur í landbúnaði. Mjólkursamlagið var farið og það var mikill samdráttur í kjötvinnslu, það var hætt að slátra og í raun og veru hafði dregist orðið verulegur samdráttur eins og kemur fram hérna í kjötvinnslu. Og það er ennþá þannig að maður hittir eldri borgfirðinga sem segja það er bara ekkert að gerast, það er ekki slátrað í Borgarnesi. En það hafa aðrar atvinnugreinar komið í staðinn. Og þarna árið 2000 sáum við ýmislegt nýtt sem var að gerast. Hvalfjarðargöngin höfðu opnað 2 árum áður og það var komið stórið á Grundartanga sem sköpuðu ný tækifæri. Hvalfjarðargöngin þýddu það meðal annars að það fjölgaði gríðarlega sumarhúsabyggingum í Borgarfirði og verktakar í byggingariðnaði höfðu mikið að gera í tengslum við það. Og þar fyrir utan þá höfðu Hvalfjarðargöngin líka mikil áhrif á að háskólarnir blómstruðu í kringum 2000. Og við sáum gríðarlega uppbyggingu bæði á Bifröst og á Hvanneyri þar sem nemendum fjölgaði. Landbúnaðarháskólinn verður að háskóla rétt fyrir 2000, Bifröst var orðið að háskóla nokkrum árum áður og á þessum árum frá 2000 og svona fram til 2008 þá er gríðarlega uppbygging bæði í kringum skólan og Hvanneyri og Bifröst. Stökkum svo fram til ársins 2020 og hver er staðan í dag, eða fyrir 2 árum síðan réttar sagt. Umhverfi háskólana hefur breyst verulega. Fjarnám er komið í staðinn fyrir staðnám að hluta til og við sjáum það og kannski sérstaklega á Bifröst að staðnemum hefur fækkað verulega. Ég held ég farið rétt með það þegar þeir voru flestir á Bifröst árið 2005, 6, 7. Þá var 700 mann sem bjó í háskólaþorpinu á Bifröst. Það voru aldrei fleiri en 250 með skráða búsetu í Borgarbyggð en það voru gríðarlega margir sem voru á Bifröst en fluttu ekki í lögheimilið þangað. Þannig ég held ég farið rétt með að það hefur verið 700 mann sem bjó á Bifröst þegar flest var.
Þar hefur auðvitað fækkað verulega, en þetta öðruvísi á Hvanneyri, eru mun fleiri staðnemar, þannig að en þetta bara hluti af þróunin í dag. Það auðvelt að stunda nám í fjarnámi og þetta hefur áhrif hér eins og alls staðar annars staðar. Við sjáum þetta alls staðar gerast með þessum hætti, misjafnlega mikið samt. Fyrir 2 árum byggingariðnaðurinn var aftur farin að blómstra á svæðinu. Hér eru gríðarlega öflug iðnfyrirtæki og það eru mjög öflugir verktakar hérna og sum af öflugustu fyrirtækjum landsins eru staðsett í Borgarbyggð hvað varðar verktöku. Og svona hefur þetta verið í svona nokkuð tíma að byggingariðnaðurinn mjög sterkur hérna. Og við vitum það og við þekkjum það bara að hann sveiflar svolítið til eftir því hvernig árar í samfélaginu. Í góðæri gírast hann upp en þegar syrtir í álinn þá verður niðursveifla. Og árið 2020 þá var hún orðin ljós þessi mikla uppbygging sem hefur orðið í ferðaþjónustu hér á síðustu 10 árum og rétt ríflega það. Og við sjáum bara að það nýja atvinnugrein sem hefur blómstrað. Þannig að þessi upprifjun sýnir okkur að það hefur alltaf eitthvað komið í staðinn í Borgarfirði. En förum aftur yfir í sviðsmyndagreininguna sem við vorum að vinna og hættum að horfa tilbaka og horfum fram á við. Í könnuninni sem var gerð þá var verið að reyna átta sig á hverjir eru helstu áhrifaþættirnir í þróun atvinnulífs næstu 20 árin, frá 2020 og fram til 2040. Og niðurstöður þeirra sem svöruðu voru á þá vegu að það voru samgöngur sem skoruðu hæst. Menn töldu samgöngurnar stóra forsendur fyrir því hvernig atvinnulíf myndi þróast. Það var líka og skoraði mjög hátt nýsköpun og sprotar. Þróun ferðaþjónustu, menn voru sannfærðir að það myndi hafa mikil áhrif á því hvernig atvinnulíf þróaðist næstu 20 árin á Vesturlandi. Fullvinnsla afurða á svæðinu. Þarna voru menn töluvert, ef maður rétt, að horfa náttúrulega á eins og Snæfellsnesi, horfa menn á sjávarútveginn sem gríðarlega sterkur þar, meðan við erum auðvitað með landbúnaðinn hér í Borgarfirði, en menn voru sammála að fullvinnsla afurða myndi hafa mikil áhrif á þróun atvinnulífs. Nú nýting náttúruauðlinda, hvernig erum við að nýta þær auðlindir sem við höfum? Menntunarstig og í raun og veru bara hvernig menntunin á svæðinu, hún muni hafa mikil áhrif á atvinnulífið. Þróun í heilbrigðiskerfinu, þetta hefur áhrif á samfélagið. Þróun í menntamálum almennt, hvernig munu háskólarnir 2 á Vesturlandi þróast á næstu árum, hver verður þróunin í menntaskóla Borgarfjarðar, allt þetta hefur áhrif á atvinnulíf og samfélag. Og síðan þróun menningar og lista og ég held að Sigursteinn hafi svarað þessari könnun 10 sinnum, þannig að þetta skoraði mjög hátt. En það skiptir okkur gríðarlega miklu máli og við erum sjá það hvernig skapandi greinar að hafa jákvæð áhrif. Og ef maður rétt að þá skrifaði Ágúst Einarsson sem var rektor fyrir einhverjum 10-12 árum á Bifröst bók mikilvægi skapandi greina í hagkerfinu og við megum ekki vanmeta þennan þátt. Og hér höfum við þetta fjölmörg tækifæri á Borgarfjarðarsvæðinu til að láta menningu og skapandi greinar blómstra. Og síðan var það þróun í stóriðju sem að menn voru sannfærðir að myndi líka hafa áhrif á þróun atvinnulífs. Og það auðvitað þannig að við erum hérna í nágrenni við okkur. Það ekki nema 30 kilometrar frá Borgarnesi og á Grundartanga sem þar eru 1100 starfsmenn í þeim fyrirtækjum sem á Grundartanga og þegar við teljum svo með þá verktaka sem að vinna kannski nokkur reglulega á Grundartanga, þá Grundartangi 2000 manna vinnustöður. En á hvaða þætti horfir fólk árið 2040? Þegar ef við færum okkur nú 20 ár fram í tíman og veltum fyrir okkur hvað skiptir atvinnulífi mestu máli árið 2040? Við erum búin að skoða þá þætti sem hafa áhrif á leiðinni þangað, en nú erum við komin til ársins 2040. Og þá voru þeir sem að svöruðu þessum könnunum sammálum að umhverfis- og loftslagsmál væri það sem myndi skipta okkur mestu máli árið 2040. Vegasamgöngurnar áfram myndu skipta miklu máli líka og það sama við menntunarstig á svæðinu. Verðum við með þá menntun að við getum tekist á við áskorarnir sem eru árið 2040? Verðum við búin að mennta unga fólkið með þeim hætti að það tilbúið til að takast á við allar þær áskoranir? Við erum ofta að tala það að 4. iðnbyltingin hefur í för með sér miklar breytingar og menntunin þarf að þróast í takt við það og ég veit að Bragi Þór mun koma inn á það hér á eftir sem að verið að gera hérna í Menntaskóla Borgarfjarðar. Nú fjölbreytni atvinnulífs
skiptir miklu máli árið 2040 og við sjáum það líka bara í þeim könnunum sem verið að gera í dag, hvort það íbúakannanir sem við gerum reglulega eða kannanir á meðal fyrirtækja, að á þessu svæði þurfum við að auka fjölbreytnina í atvinnulífinu. Og menn eru áfram árið 2040 að horfa til þess að það sem skiptir gríðarlega miklu máli hvernig ferðaþjónustan að þróast. Það alveg ljóst að þessari könnun og þessari vinnu sem þarna var að ferðaþjónustan skipar orðið mjög stóran sess í atvinnulífi á Vesturlandi, og ef við erum að horfa á Vesturland þá vitum við það að hún einna sterkust í Borgarfirði og á Snæfellsnesi. En ég ætla að halda áfram aðeins að tala þessa drifkraft og óvissuþætti, vegna þess að það gott að velta vöngum yfir þessum þáttum og ég búinn að koma aðeins inn á umhverfismálin. Hvaða áhrif mun krafan sjálfbærni hafa varðandi þróun atvinnulífs og samfélags? Mannauður og færni. Munu íbúarnir búa yfir þeirri færni sem framtíðin krefst? Hvernig mun starfsemi skólanna þróast? Nýsköpun. Hvernig verður umgjörð fyrir nýsköpun og hvernig verða tækifæri til nýsköpunar í Borgarbyggð og Vesturlandi? Og Þórdís kom í sínu erindi áðan inn á ákveðna þætti sem að tengjast nýsköpuninni. Viðhorf og ímynd. Það skiptir okkur miklu máli að viðhorf íbúanna sé jákvætt og ímyndin sé sterk. En ímyndin verður aldrei sterkari heldur en sjálfsmynd íbúanna. Þannig að þess vegna, eins og Þórdís kom inn á áðan líka, að það svo mikilvægt að sjálfsmyndin sé sterk, vegna þess að þá verður ímyndin líka, hún fylgir með. Sumir eru þeirra skoðunar að ímynd Borgarbyggðar út á við sé sterkari heldur en sjálfsmynd íbúanna. Við megum aðeins rétta úr okkur og bera höfuðið hátt og segja hversu góð við erum, við sem að búum hérna. Samgöngur. Við erum að horfa fram á það að Sundabrautin á að vera tilbúin árið 2031. Hvað þýðir það? Jú, það þýðir að leiðin á milli Borgarfjarðar og höfuðborgarsvæðisins, hún styttist, en hún mun örugglega styttast töluvert mikið í tíma. Og ég er sannfærður það að með Sundabraut þá verðum við innan 45 mínútna að keyra frá Borgarnesi og til Reykjavíkur og auðvitað fyrir Reykvíkinga að keyra hingað. Og sérfræðingar í byggðaþróun tala oft það að ef innan við 45 mínútna aksturstími á milli heimilis og vinnustaðar, þá það eitthvað sem fólk setur ekki fyrir sig. Þannig að við verðum þá innan þeirra marka, það verður mjög auðvelt að stunda atvinnu á höfuðborgarsvæðinu og búa hér. Því hér eru búsetukostir góðir. Við munum líka og erum að horfa til þess að Vesturlandsvegur verður orðin 2+1 vegur þá, eftir þessi 10 ár, þá vonandi og styttri tími, þá komin 2+1 vegur alveg frá Reykjavík og í Borgarnes. Og það má ekki gleyma tengivegunum. Vegunum sem að tengja sveitirnar við Borgarnes. Vegna þess að það alveg lykilatriði að veginum hér að þessi malbikar. Þá verður þetta eitt svæði og ég held að það hafi staðið sameiningu sveitarfélaga að hluta til fyrir þrifum að samgöngur innan héraðs ekki nógu góðar. Þær verða það leið og við erum búin að malbika tengivegina. Ferðaþjónustan verður Borgarbyggð áfram eftirsóttur áfangastaður, orkumál, hvernig mun orkufrekur iðnaður þróast, ég nefndi Grundartanga áðan og öllu störf sem þar eru, en við þurfum líka að velta fyrir okkur hvernig ætlum við að búa til orku fyrir allan þennan iðnað sem við vonumst til að muni þróast, heilbrigðis- og öldrunarþjónusta, hvaða áhrif mun öldrun þjóðarinnar hafa, við vitum það að við erum að eldast og það mikilvægt að við sinnum þeim aldurshópi mjög vel, og svo var töluverð umræða sveitarfélögin, hvernig munu þau takast á við framtíðar áskoranir á Vesturlandi og margir voru að velta fyrir sér sameiningu sveitarfélaga en hér eru þetta búið að sameina 13 sveitarfélög í Borgarbyggð þannig að sameining á þessu svæði eru þetta komin mjög langt. En þetta voru svona drifkraftar og óvissuþættir sem að fólk velti svolítið fyrir sér. Þetta eru þessar 4 sviðsmyndir sem urðu til úr þessari vinnu. Fyrsta sviðsmyndin sem var kölluð Eden, hún sagði það að það yrðu í framtíðinni til mikill fjöldi starfa án staðsetninga, tengslin við dreifbýlið í sveitina myndi eflast og lífstíllinn myndi kalla á það að við viljum frekar búa í dreifbýli heldur en að búa í þéttbýli. Önnur sviðsmyndin var kölluð Dalalíf og þar var gert ráð fyrir því að hefðbundinn landbúnaður myndi ná sér aftur á flug. Það yrði mikil aukning í framleiðslu í beint frá bíli og beint frá bát. Þannig að þú getur verið að versla ferskar vörur, hvort sem það væri í sveitinni eða niður á höfn. Og útgerð og vinnsla myndi dreifast, þannig að þetta voru mörg smáfyrirtæki sem þarna væru. Og þarna erum við að tala Vesturland þegar við erum að tala um útgerðarmálið. Og
ágætt að rifja það upp að sagan útgerðarsögu Borgarnes, hún heitir Víst þeir sóttu sjóinn, en það eru margir sem hafa vantrú á því að hér hafi verið útgerð einhvern tímann. Þriðja sviðsmyndin var kölluð þekkingarklassinn og þar var gert ráð fyrir því að það yrði mikill vöxtur í þéttbýli. Fólk myndi kjósa að búa í þéttbýli, nýta sér þá þjónustu sem er í þéttbýli, en það yrðu til fullt af tæknifyrirtækjum, það yrðu til klasar og það yrðu til svona nýsköpunarsetur. Og við sjáum auðvitað að þetta er að gerast og breiðin á Akranesi er gott dæmi þetta, að akkurat þessi þriðja sviðsmynd er svolítið að rætast þar. Og síðan í gegnum alþjóðlegt samstarf þá mundi þekkingarklassinn og sú starfsemi öll blómstra. Fjórða sviðsmyndin var kölluð bæjarkjarnar og þar voru menn að horfa til þátt eins og fiskeldi. Landeldi myndi aukast verulega og við sjáum að þó það sé ekki að gerast á Vesturlandi, þá erum við að horfa á landeldi eflast víða til dæmis á Suðurlandi. Hér yrðu miklu meiri fullvinnsla afurða og stóriðnaðurinn og þá sérstaklega Grundartangi myndi halda áfram að vaxa og dafna. Þetta voru þessar fjórar sviðsmyndir sem komu út úr þessari vinnu. En veltum þá fyrir okkur hvort að eitthvað af þessum sviðsmyndum og eitthvað í þessum myndum sé að rætast. Og bara tökum stuttlega þróunina síðustu 2 ár. Og það er ótrúlega margt sem er í takt við þessar sviðsmyndir og þá þætti sem menn sáu í þeim. Við vitum þá öll að COVID hefur breytt gríðarlega miklu og þá sérstaklega þegar kemur að störfum án staðsetningar. Það er aukin áhersla stjórnvalda án störf án staðsetningar. Það er talað um störf án staðsetningar í stjórnarsáttmálanum og nú er verið að snúa þessu við þannig að forsvarsmenn ráðuneyta og stofnana þurfa að sýna fram á að það sé ekki hægt að auglýsa störf án staðsetningar. Áður var það þannig að þeir urðu að sýna fram á hvað væri hægt að auglýsa án staðsetningar. Þetta þýðir það að það verður miklu meir að menn auglýsi störf án staðsetningar. Nú það eru líka ýmis fyrirtæki tilbúin til þess að skapa starfsfólki aukið svigrúm til þess að vinna sín verkefni heima. Og nýverið þá satt ég fund þar sem verið var að kynna drög að skýrslu sem er að koma út á vegum Norrænu byggðastofnunarinnar, Nordregio. Það sem var sagt að það er mjög líklegt að störf án staðsetningar blómstri sérstaklega á þeim svæðum þar sem er innan við 2 tíma akstur að stórum vinnukjarnum. Og við erum nákvæmlega á þeim stað hér, einlega Vesturland allt og kannski sérstaklega svæði hérna, að það verður mjög auðvelt að vinna hjá stærri fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu og nýta sér það að vinna hluta vinnunar hér en fara kannski 1 dag í viku inn á vinnustað og vinna þar. Og þetta sem sagt segir þessi rannsókn, þessi norræna rannsókn, að það er gott að vera nálægt stóru atvinnusvæði vegna þess að þá er þetta auðveldara að vinna störf án staðsetningar. Nú ljósleiðarinn liggur allt héraðið, það er sama hvar þú býrð í Borgarbyggð, þú getur allstaðar tekið þátt í því að vinna í gegnum netið. COVID hefur líka leitt til þess að ýta undir umræðan 2-falda búsetu og það eru sífellt fleiri sem vilja nýta sér að dvelja eða búa í dreifbýli. Við sjáum það að fólk er að nýta sér sumarhúsin sín og við vitum það að það eru 2000 sumarhús á þjónustusvæði Borgarnes ef við tölum það þannig. Það eru hátt í 1400 sumarhús í Borgarbyggð og það eru tæplega 600 sumarhús í Skorradal. Og þeir sem eru með sumarhús í Skorradal, þeir eru þetta að nýta sér þjónustuna sem er hér. Þannig að þetta er einhvers staðar í kringum 2000 sumarhús sem eru á þessu svæði og við sjáum bara að nýtt hverfi í Húsafelli sýnir skýrt fram á þá þróun að fólk vill búa í dreifbýlinu og nýta sér alla þá kosti sem því fylgja. Og svo eru margir samfærðir það að stytting vinnuvikunar býr til aukinn frítíma og það þýðir það líka að fólk vilji þá nýta enn frekar það að vera í dreifbýlinu. Er ég að falla á tíma? Ég spýt ég er á næstsíðustu glærunni og kannski erum við að sjá þá framtíðarsýn sem margir hafa horft til lengi, rætast núna á næstunni. Fólk velur sér búsetu og störfin fylgja fólkinu en ekki að fólk sé að flytja til þess að elta störfin. Nýsköpun hefur gengið í gegnum miklar breytingar og það hafa átt sérstaklega undanfarin 2 ár og það kemur í kjölfar nýrra lagum og opinberan stuðning við nýsköpun. Landbúnaðarháskóli Íslands og Bifröst eru að stofna nýsköpunar- og þróunarsetur bara núna á næstu vikum
og það hafa allir miklar væntingar til þess. Nýsköpunarnet Vesturlands var stofnað þann 7. apríl síðastliðinn og samstarf aðila sem koma að nýsköpun á Vesturlandi og við hjá SSVAF sem áttum frumkvæðið að því að þetta stofnað og fengum veglegan styrk úr byggðaáætlun til að setja þetta í gang. Verðum bara að segja eins og að við erum mjög sátt með hvernig þetta fer af stað og það voru hátt í 70 stofnaðilar að Nýsköpunarneti Vesturlands. Nú nýsköpunarsetur, þau rísa víða. Þar aðstaða til að vinna, þar aðstaða til að fá ráðgjöf og þar aðstaða til að eiga þetta samtal sem skiptir svo miklu máli. Oft sagt að bestu hugmyndirnar verða til við kaffikönnuna, þannig að það gríðarlega mikilvægt að menn búi til þessa aðstöðu. Og ég nefni aftur að þessi setur að verða til víð á Vesturlandi en breiðin kannski komin lengst á Akranesi og auðvitað mjög gott dæmi hvað þetta skiptir miklu máli. Og svo vil ég nefna líka að styrkja umhverfi nýsköpunar hefur verið að eflast undanfarið, þannig að frumkvöðlar geta verið að sækja ýmiss konar styrki og þar má nefna uppbyggingarsjóði landshlutana og lóuna. Og þá ég komin á síðustu glæruna og ætla að taka aðeins örsnöggt bara fyrir 3 þætti sem hafa verið að breytast hratt undanfarið. Það aukin umhverfisvitund hefur leitt til þess að umræða og grænar áherslur til dæmis varðandi kolefnisjöfnun hafa elst verulega. Við vitum að Þróunarfélag á Grundartanga hefur verið að vinna með nýtingu glatvarma og rafeldsneytis, fullt af áhugaverðum hugmyndum þar. Það í undirbúningi að stofna græna iðngarða og verður væntanlega núna bara á næstunni. Og við vitum líka að Landbúnaðarháskólinn að vinna þarna að ýmsum áhugaverðum verkefnum sem tengjast matvælaframleiðslu og kolefnisjöfnun. Allt þetta þarf að nýta sér og þetta allt í nágrenni Borgarbyggðar. Borgarbyggð líka mjög vel í stakk búið þegar kemur að því að setja upp umhverfisvæna starfsemi. Hér eru innviðir góðir, vatnsveitan, ég veit ekki hvað ég á að segja því ég sé Kristján Rafn en hún nýleg og við vitum hins vegar að þar hafa komið upp vandamál en vonandi búið að leysa það. Hitaveitan góð, fullkomin ljósleiðari, rafmagn í góðu lagi og fráveitan. Og ég held við þurfum að snúa svolítið við dæminu í Borgarbyggð. Við erum fyrst og fremst búin að einbeita okkur því að tala hvað kostar fráveitan. En við þurfum líka að horfa á hvað að tækifæri skapar það að hafa bestu og fullkomnustu fráveitu á landsbyggðinni. Það þýðir það að við erum miklu auðveldara að ná í alls konar umhverfisvæna starfsemi þegar við erum með mjög fullkomna fráveitu. Og ef við förum 20 ára aftur í tímann til ársins 2002, þegar staðadagskrá Borgarbyggðar var unnin, þá kom fram að mikilvægasta umhverfismáli í Borgarbyggð væri ný fráveita. Þá voru 16 útrásir allstaðar út í Borgarvægin, út í fjörð. Núna fullkomin hreinsun, sama hvort við erum í Borgarnesi, á Hvanneyri, á Bifröst, á Varmalandi eða í Reykholti. Og við að nýta þetta tækifæri. Og svo það ferðaþjónustan, svona bara í lokin, að við sjáum það glöggt að innviðir ferðaþjónustu í Borgarbyggð hafa styrkt frá 2020. Það voru til ný hótel, það búið að vera að endurgera hótel, hér eru ný tækifæri í afþreyingu, það eru nýju veitingastaðir. Og svo má þetta ekki gleyma félagi fólksins, ferðafélagi Borgarfjarðarhéraðs, þar sem eru tæplega 300 manns í því að stunda gönguferðir og það allstaðar verið að merkja gönguleiðir og taka til hendinni. Og ég held að það hafi komið þeim í ferðafélagi Borgarfjarðarhéraðs mest og óvart. Ég held að það fengi jákvæð svörunar í öllum styrkumsóknum sem þeir hafa sendt inn núna undanfarið, þannig að við munum sjá mikið gerast í þeim málum. En þetta var það sem ég ætlaði að segja og ég þakka kærlega fyrir mig og biðst afsökunar á því að fara aðeins yfir svindla á tímanum. Takk. Já, kæra þakki fyrir þetta, Páll. Það kannski erfitt fyrir mig að skamma aðra þar sem ég fór sjálf yfir á tíma, en ég svona vink ykkur ef að þið eru farin að fara svona svolítið langt yfir tíman. Góður punktur með ferðafélag Borgarfjarðarhéraðs, það líka hollvinasamtökin í Borgarnesi, þú veist að það þessi svona grasrótarsamtökin og það það sem að mann finnst svona jákvæðnin vera að skína í gegnum þessi grasrótarsamtök og þessu frumkvöðla bara innan sveitarfélagsins. En næst á mælendaskrá Dr. Ragnheiður Inga Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands. Hún ætlar að segja ykkur aðeins frá þessu verkefni sem títt nefnt hérna í dag, Nýsköpunar- og þróunarsetrinu og Matvælalandinu Ísland. Gjör svo vel.
Já, sæl öll sömul og takk fyrir að bjóða mér að vera með ykkur hérna í dag. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá Nýsköpunar- og þróunarsetrinu sem við höfum verið að vinna að í samstarfi við Bifröst og ætlum að stofna hérna með fleiri aðilum 10. maí næstkomandi og segja ykkur svona aðeins frá hérna svona aðkomu Landbúnaðarháskólans að þessu og hvernig við sjáum fyrir okkur að innviðir okkar geti nýst í þessu sambandi. Þetta er við og íta hérna á. Já, þetta var síðasta glaðan hérna. Þetta er við. Smá hérna, við fáum hérna bara sjá hérna alla glæðurnar í öfuru röð. Svona, afsakið þetta. Ég ætla svona aðeins að segja ykkur fyrst frá áherslum í starfi Landbúnaðarháskólans og við settum hér nýja stefnu mitt ár 2019 þar sem við erum með 6 kafla og fyrsti kaflinn akkurat nýsköpun og verðmætasköpun og við höfum lagt mikla áherslu á það að auka samstarf við hagaðila í kringum okkur og settum að fót nýtt starf nýsköpunar- og þróunarstjóra og síðan fórum við að vinna að því samvinnu við Háskólann á Bifröst að koma á Nýsköpunar- og þróunarsetri. Nú, annar kaflinn í stefnunni rannsóknir og þróun og þar lögðum við mikla áherslu á það að vaxa og koma á nýjum verkefnum og auka fjármuni inn í það og það er skemmst frá því að segja að á síðustu 3 árum þá erum við búin að þrefalda það fjármagn sem við fáum úr samkeppnissjóðum. Þannig að það var á síðasta ári 330 milljónir og við erum eiginlega bara rétt að kýtla botninn á því sem við getum fengið úr Evrópusjóðum til dæmis. Þannig að það er heilmikil sóknarfæri þar enn. Síðan þriðji kaflinn virðisaukandi nám og með því að styðja við nýsköpun og rannsóknir þá erum við náttúrulega að styðja þá við innviðauppbygginguna og þar með við námið okkar. Við erum að fá inn heilmikið af nýju fólki sem þá í framhaldsnámi hjá okkur, ekki síst í doktorsnáminu sem kemur inn í kennsluna og við sjáum bara núna á síðustu misserum hvernig menningin að breytast innan skólans með öllu þessu unga fólki sem að koma inn til okkar. Nú, skólinn lítill, svona í alþjóðlegu samhengi og í íslensku jafnvel líka, en við erum náttúrulega með eins og þið vitið gríðarlega mikla innviði sem við viljum tryggja betri nýtingu á og þar kemur inn Nýsköpunar- og þróunarsetrið. Þannig að við viljum að þið og aðrir sem að vinna að nýsköpun nýti sér þá innviði og þá þekkingu sem við búum yfir. 5. kaflinn, þar erum við að horfa inn á við að efla mannauðinn okkar og liðsheildina og síðan 7. kaflinn, þar erum við aftur að horfa út á við og kynna það sem við erum að vinna að. Nú, 1. janúar 2020 fórum við að vinna eftir nýju skipuriti og lykillinn að því var að gera sýnilegra það sem við bjóðum upp á og settum upp 3 fagdeildir, ræktun og fæða, náttúra og skógur og svo skipulag og hönnun og svo röðuðum við brautunum okkar þar inn og merkilega nokk þá röðust þar svona með mjög jöfnum hætti eins og þið sjáið þarna. Og svo erum við þá með þvert á starfsmenntanámið, grunnnámið og svo framhaldsnámið, meistar- og doktorsnámið. Og við teljum að þetta hafi aukið sýnileikann á okkar framboð á námi og svo náttúrulega líka hefur verið mikil umræða í þjóðfélaginu og stjórnvöld lagt áherslu á landbúnað og þetta hefur líklega unnið allt saman en þið sjáið þarna árið 2020 þá tvöfaldast nemendafjöldinn okkar. Og það svona nokkuð jafnt á allar fagdeildir og nokkuð jafnt á öll námstigin líka. Þannig sjáum þarna nemendur, heildartölu og svo í BS-náminu, meistaranáminu, doktorsnámi sem þarna orðið sýnilegt í kringum 20 nemendur núna og síðan starfsmenntanám sem á framhaldsskólastigi. Nú við stofnuðum þarna, við skrifum undir viljayfirlýsingu ætla ég að segja, í ágúst síðastliðnum Nýsköpunar- og þróunarsetur
mentur í landbúnaði og tengdum greinum með 10 aðilum. Það Háskólinn á Bifröst fyrst og fremst sem við erum að vinna þetta með, en undir viljayfirlýsingunni skrifuðu einnig Háskóli Íslands, Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, Nýsköpunarráðherra, Borgarbyggð, Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi, Breið þróunarfélag og Hugheimar. Síðan hafa fleiri lýst yfir áhuga á að vera með og þar vil ég nefna sérstaklega Landsvirkjun, Íslandsstofu og Orkustofnun. Þannig að það stefnir í að þetta verði svolítið öflugt samstarf hjá okkur. Það ýmis nýsköpunar- og þróunarsetur eins og Páll kom hér inn á sem hafa verið stofnað undanförnu og við erum aðilar að nokkrum þeirra og það verður svolítið gaman að sjá hvernig þetta mun allt þróast. Líklegast munu nú verða einhverjar sameiningar þarna eins og sameiningar sveitarfélaga, getur maður nú svona kannski séð fyrir, en það bara gaman að því hvernig þetta sprettur fram og niðurlagning Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands spila náttúrulega þarna inni. Ég nefndi Nýsköpunar- og þróunarsetur í landbúnaði sem við ætlum að stofna 10. maí, síðan tæknisetur, það í raun og veru það sem stendur eftir af Nýsköpunarmiðstöðinni. Hugheimar, Orkídea sem á Suðurlandi sem hefur sýnt sig að verða ansi öflugt. Við stofnuðum það sumarið 2020 með Landsvirkjun og samtökum sveitarfélaga á Suðurlandi og landbúnaðarráðherra segja. Og vorum strax búin að tryggja fjármögnun í 4,5 ár og réðum 2 starfsmenn. Og þeir eru núna búin að tryggja 3. starfsmanninn inn, þannig mjög gaman að fylgjast með því. Nú síðan ákvað Ölfus að vera með sérklaustur og við erum aðilar að því líka. Breiðinni, Þróunarfélagi og Líftæknismiðjunni á Breiðinni, Nýsköpunarnet Vesturlands og svo Nýsköpunar- og frumkvöðlasetur Dalabyggðar. Þannig að við tökum þátt í þessu öllu saman. Fyrsta verkefni sem við myndum vilja ráðast í Nýsköpunar- og þróunarsetrinu með Bifröst að kortleggja svolítið tækifærin og kíkja ekki einu 20 ár fram í tíman eins og Páll var að tala heldur jafnvel lengra fram í tíman. Og það nú oft þannig þegar ný fyrirtæki eru stofnuð að þau eru svona eiginlega orðin kannski stór og öflug eftir 20 ár og jafnvel rúmlega það. Þannig við erum að horfa til ársins 2050 og erum þá að horfa á sérstaklega samkeppnishæfnina. Við teljum við gríðarlega ónýtt tækifæri sem eru í kringum okkur og við erum kannski ekkert að nýta því að við erum svo auðug þjóð að við tökum kannski bara næstu holu í staðinn fyrir að nýta betur þá sem fyrir Þannig að við viljum greina þarna tækifærin og hindranir, horfa í bæði þáttöku þá allra hagaðila og tryggja fjármuni og fara yfir það með stjórnvöldum og öðrum hvernig við byggjum upp stuðningsumhverfið og þar með talið háskólaumhverfið og við séum svo alltaf reglulega að taka mælingu, hvernig okkur gengur. Þannig að við erum bæði með þá langtíma sýn og síðan jafnvel til 3 til 5 ára í senn. Ég talaði eins innviðina sem Landbúnaðarháskólinn hefur verið að byggja upp og mér langar til þess að nefna fyrst jarðræktina. Þar hefur orðið til alveg svakalega öflugur hópur sem hefur keypt tækjabúnað fyrir á annað 100 milljónir og eins og þið kannski vitið erum við að færa hér jarðræktarmiðstöðina sem hefur verið á Korpu í Reykjavík hingað upp eftir. Og það sem svona næsta skref sem við höfum verið að vinna síðan 2019 að það verði byggt nýtt hús undir jarðræktarmiðstöðina. Og það bara langt komið, það búið að vinna þetta í samvinnu sterkra aðila, bæði í samstarfi okkar ráðuneyti og í samstarfi fjármálaráðuneyti. Þannig að við erum búin að fá styrk til þess að undirbúa þetta og erum að vonast til þess að við fáum bara það sem upp á vantar þannig að við getum hafist handa núna strax í vor og sumar. Það eru þarna spennandi rannsóknarverkefni, búið að byggja upp samstarf við bændur allt land og alþjóðlegt samstarf svona hægt og sígandi að verða enn sterkara. Og þetta svið þar sem nemendur hafa ekkert haft mikinn áhuga á undanförnum árum en við sjáum bara leið og þetta orðið svona með tækjabúnaði og mikið í gangi og mikið gleði, þá koma nemendurnir náttúrulega og vilja vera með. Við eigum líka í samtali við matvælaráðuneytið og eigum fundið núna með þeim eflingu jarðræktar sérstaklega.
varðandi ný yrki, möguleika á að koma á kornsamlagi og svo náttúrulega nýtingu jarðhita til vinnslu, þannig að við séum þá að framleiða nógu mikið þannig að það sé hægt þá að koma upp þurrkstöðvum og nýta þá jarðvarma náttúrulega sérstaklega þar. Nú við erum með hestbúið þar sem við höfum verið með sauðfjárræktarbú og þar viljum við náttúrulega horfa til þess að tæknivæða okkar bú og vera svolítið í fararbroddi þar og í samstarfi þá við bændur til þess að kortleggja tækifærin. Byggja upp alþjóðlegt samstarf líka og efla rannsóknir og samanburðartilraunir enn frekar. Og svo höfum við verið að tala mikið um það hvernig við getum farið í aukið samstarf til þess að horfa á alla virðisaukakeðjuna. Við vorum með fund núna daginn þar sem að fagráður sauðfjárrækt kom og var 2 daga fundur á Hvanneyri, mjög vel heppnað. Við höfum verið í sambandi við VOR, lífrænabændur. Við höfum verið í samstarfi við Sláturhúsið hér í Borgarnesi. Var verið að ræða við Matís, matreiðslumeistara og kjötiðnaðarmenn og síðan náttúrulega þurfum við að koma að vöruumbúða hönnuði, dreifing, smásal og neytendur, þannig að við séum svona svolítið að horfa á þetta í henni stóru mynd og kortleggja tækifærin varðandi dásamlega lambakjötið okkar. Nú síðan erum við með Hvanneyrarbúið. Þar hefur við verið að kaupa nýjan tækjabúnað, bæði til að bæta ábyrgðarnýtingu og minnka orkunotkun. Þar fer náttúrulega fram kennsla og rannsóknir og Hvanneyrarbúið kemur sífellt meira að rannsóknarstarfseminni og nefna þarna iðragerði nautgripa þar sem að umhverfisráðherra studdi okkur dyggilega með kaupum á tækjabúnaði í fyrra. Nú þarna doktorsnemi sem að skoða kálfadauða og ég var nú að heyra það bara núna daginn að það bara snar minnkaði kálfadauðin leið og það komi hérna reglulega dýralæknir í fjólsið og frumutala lækkaði alveg held ég 3 og svona, þannig held ég að það hafi nú bara skipt máli að vera með daglega dýralækni þarna á staðnum. Nú Hvanneyrarbúið kemur líka að jarðræktartilraunum í auknum mæli núna þegar þær hafa verið að eflast svona mikið og svo er verið bara að horfa til þess að bæta þarna enn aðstöðuna. Nú ríkið keypti fyrir okkur Miðfossa sem var nú aldeilis dásamlegt núna áramótin að fá þær fréttir en við lögðum það eiginlega inn strax vorið 2019 að við vildum leyfa ríkinu að taka yfir Korpulandi í Reykjavík sem nú metið á töluvert háa upphæð og fá í staðinn 3 atriði sem voru kannski metin á 2 milljarð en Korpujörðin nú líka metin á töluvert. Þannig að það var í fyrsta lagi að kaupa fyrir okkur Miðfossa. Öðru lagi byggja fyrir okkur húsnæði fyrir jarðræktarmiðstöðina og í þriðja lagi að byggja upp garðyrkjuna. Og Miðfossar í höfn, jarðræktin og garðyrkjan svona enn í vinnslu en við vonumst til þess að það verði jafnvel gengið frá því fljótlega. En Miðfossar tryggja okkur náttúrulega starfsemin í hestafræðinni til framtíðar. Þar var náttúrulega bara óvissa, er ég að falla á tíma? Já, ok. En það ekki bara varðandi hestafræðina, þetta gefur okkur bara náttúrulega landrými þannig að við getum farið í meiri tilraunir, beita tilraunir og tilraunir og losun og bindingu kolefnis. Tala aðeins hraðar og kannski fer hratt yfir sögu en svona jarðhitinn okkar ónýtt tækifæri og við eigum að gera meira þarna, sérstaklega bara að nefna hér þessi 10% af notkuninni sem fara í það sem kalla kannski framleiðslu, fiskeldi og gróðurhúsin og þurrkun. Þetta ekki nema 10% af heildinni og þessa geira mætti alveg stækka. Og garðyrkjan mun eflast á næstu árum og áratugum og ég held alveg gríðarlega mikið. Og leið og við erum að auka þarna framleiðsluna, þá aukast tækifærin til fullvinnslu afurða og til útflutnings. Þannig þá hægt að fá hærra verð, einfaldara að flytja út og lengri hillutími. Fiskeldið náttúrulega eflast líka og menn í auknum mæli að horfa til landeldis eins og Páll kom hér inn á. Og síðan nýtingu auðlindastrauma með að leggja áherslu þá á hringrásarferli í staðinn fyrir línulega framleiðsluferli. Og bara nefna það hér að við verðum með málþing núna 4. maí svona hringrásarferli frá 1 til 4 og opið öllum á Hvanneyri þar sem einn doktorsnemi okkar sem að skoða nýtingu á affallsvatni og fiskeldi í
gróðurræktun og 2 aðrir erlendir sérfræðingar koma og svo koma 2 aðilar annars vegar úr fiskeldi hér á landi og hins vegar úr garðyrkjuhlutanum. Þannig að það verður vonandi skemmtilegt málþing 4. maí hjá okkur. Nú, við erum líka með doktorsnema sem að skoða ný prótein og skordýraræktun og fólk alltaf að breyta mataræði og mínir forfeður af og amma vildi ekki borða kjúkling, þannig að við viljum kannski ekki borða skordýr en ég hugsa að börnin okkar verði alveg æst í þetta. Og annað þessu tengt, það lóðrétt ræktun, þörungar, sveppir, áburði, það bara ótal tækifæri framundan og ef við bara skoðum neysluvenjur okkar og forfeðra okkar þá sjáum við hversu mikla breytingar verða á bara skömmum tíma í raun og veru. Bara að nefna það, við erum í miklu erlendu samstarfi, þannig að ef einhver að skoða eitthvað ákveðið þá bara mjög gott að koma og nefna það kannski við okkur og við getum kannski beint ykkur til einhverja og aðstoða okkur við að finna þá mögulega styrk sjóði sem geta styrkt verkefni og jafnvel þá samstarfsaðila. Endurmenntun Landbúnaðarháskólans hefur verið að eflast líka. Við höfum verið að taka fundi með undirgreinum landbúnaðarins og fengið inn hugmyndir og þetta bara svona listi yfir ný námskeið sem við höfum verið að halda og höfum fengið bara mjög jákvæða endurgjöf frá fulltrúum landbúnaðarins og síðan bara listi yfir önnur verkefni sem hafa verið þarna endurmenntun. Bara nefna það að við sækjum rúmlega 100 verkefni á hverju ári, fáum þau náttúrulega ekki öll samþykkt en eins og ég segi fleiri og fleiri og þarna bara mikil flóra og bara svona setti þarna nokkur dæmi og bara í lokin að kynningarstarfið, það eiginlega það sem myndi segja skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Við höfum farið núna 2 á Gallup-vagnin bara svona til þess að sjá stöðuna okkar, hvernig traust almennings á skólanum, af því að við settum það fram í stefnu okkar að við vildum ná 80% sem svona það bil þar sem Háskóli Íslands og forsetaembættið hafa verið svona 70–80%. Við mældumst í fyrirkönnuninni fyrir ári síðan 52% og núna í ár mælst við 60%, þannig að við erum að hækka okkur 8% og þið vitið þetta svona 2 ásar, annars vegar hversu vel fólk þekkir til okkar og hins vegar traustið og eftir því sem fólk þekkir betur til okkar þeim meira eykst traustið sem mjög jákvætt. Þannig að með auknu kynningarstarfi þá erum við svona vonast til þess að við fænumst nær þessum 80% í traust almennings og skólanum. Takk fyrir. Virkilega ánægilegt að fylgjast með skólanum þróast. Þekkið þið Landbúnaðarháskólann vel? Þekktu hann vel áður en þið heyrðu þetta? Þetta allavega frábært hvernig þið með málin hjá sér og svona stefnuna skýra til framtíðar. Næstur á mælendaskrá Steinþór Pálsson. Hann ætlar að fara í tækifærin í framtíðin en hann ráðgjafi á KPMG og margir þekkja hann fyrir að hafa verið bankastjóri á sínum tíma í Landsbankanum. En gjöra svo vel, Steinþór. Svo ætlum við að fá okkur bara kaffi og svona þegar Steinþór lýkur sínu máli. Ágæti fundarstjóri, góði fundamenn. Gaman að vera með ykkur í dag. Ég ætla að reyna að fara aðeins inn í framtíðina. En kannski meira hvernig maður kemst inn í framtíðina. Það sem við erum að upplifa þessi árin eru að þetta óvænta alltaf að gerast. Við flest allir voru undirbúnir fyrir bankahrun, svo kom COVID og svo núna stríð í Úkraínu. Þannig að það alltaf einhverjir svartir svanir að koma sem enginn átti von á. Og það gerir þetta allt miklu meira skemmtilegra. Meira áskoranir og hraði breytinga aldrei eins mikill og núna og verður aldrei eins lítill í framtíð og núna.
Eða þannig orðaði Justin Trudeau þetta. Þannig að hraðin alltaf aukast og við mannfólk erum kannski misjafnlega vel undir það búið. Að takast á við nýjar áskoranir og stöðugt aukinn hraða. Og öll þessi tækni sem á að hjálpa okkur, eina sem hún gerir, hún bara ýtir undir þetta. Og þannig að það er mikilvægt að reyna að lesa í hlutina ef maður ætlar að vera farsæll í framtíðinni. Maður þarf líka að hafa þor, takast á við og vita hvenær maður hefur kannski nægilega miklar upplýsingar til að bregðast við. Því að það er hægt að eyða endalausum tíma að reyna að reikna sér nákvæmlega út í gegnum hlutina og þá kannski verður ekki neitt úr neinu. Það er ákveðni kraftar, það er ákveðni svona megatrends í gangi sem við þurfum að lesa vel inn í. Og fyrst er fólk og við erum svolítið að breytast. Viðhorfin að breytast gríðarlega mikið. Viðhorf fólks til atvinnu að breytast mjög mikið. Meðal annars að fólk miklu meira tilbúið í dag að hætta í vinnu. COVID hefur kannski aðeins ýtt við fólki að svona endurmeta hvað það sem skiptir máli. Og til dæmis á Vesturlöndum núna gríðarlega mikill velturhraði á starfsfólki, sérstaklega eins og í tæknigeirum og heilbrigðisgeirum, þar sem mikil eftirspurn eftir vinnukrafti. Og það sem að gerast að það er tilgangur. Það fer að skipta svo miklu máli þessi tilgangur. Á hverju ég að vinna hjá þessum aðila? Hver er tilgangur vinnuveitandans? Skiptir máli meðal annars hvernig menn að huga að umhverfismálum og loftslagsváni. Er þetta spennandi, er þetta göfugur tilgangur? Þetta er töluverð breyting. Fólk að vera meira hreyfanlegt og líka gegnum COVID-4 dæmið hefur tekið stökk. Síðan erum við öll að eldast ansi hratt og síðan svona ákveðið öryggismál meðal annars út af öldrun og hvernig landapólitík átök í veröldinni eru. Þannig að það fer kannski styttast í það að þurfa að gefa aftur út símaskrána þannig að við getum fengið leiðbeiningarnar að fara undir borð út af kjarnorkuvá, hver veit. En það er kannski ekkert grín í því. Landapólitík einkennist af meiri átökum, blokkir og það svona þessi truflanir í aðfangakeðju og svo tæknin að breyta öllu og raska og þar áhætta eins og netöryggismálum. Og síðan það fjórða iðnbyltingin, Internet of Everything líklega nýjasti frasinn þar. Þannig að við verðum sítengt nema við viljum kaupa okkur frið frá því. Það getur verið átak og kannski þerapía. En þetta kannski svona þessi stóru mál sem þarf að einhvern veginn að skynja. Umhverfismálin, sjálfbærni markmið, loftslagsváin, orkumál, orkuskiptin, skortur á aðföngum úr náttúrunni, græntækni. Þannig að það þarf þegar verið að velta fyrir sig framtíðinni, þá þarf svona einhvern veginn að velta þessi stóru straumar eru. Og taka veðmál hvað hægt að gera, treystandi að því að þetta sé virkilega kraftar sem eru að verða. Leiðtogar, hvort sem þeir í sveitafélögum eða bara hver og einn sínu fyrirtæki eða sínu heimilisrekstri, þurfa raunverulega að taka afstöðu og móta framtíðina. Verða ekki undir, heldur vera gerendur. Það er stóra verkefnið, að breyta áskorun í tækifæri. Og við erum, eins og ég nefndi áðan, alltaf í einhverju óvissu og það er svo mikilvægt að vera tilbúin að endurmeta og fara á stað og byggja fyrir nýjan veruleika, ná árangri, ná vexti sem einstaklingar, sem fyrirtæki, sem samfélag, sveitafélag, gríðarlega mikilvægt og við sjáum þetta í gegnum bankahrunið, við sjáum þetta í gegnum COVID og við erum kannski ekki að verða svo mikið
vör við stríðið, nema þó kannski að matvæli eru að hækka gríðarlega mikið. Þannig að það bara kannski breytir heimsmyndinu og fólk mun kannski ekki bregðast við því fyrir að pizzan tvöfaldast í verði. En það eru áskoranir og mikilvægt að virkilega taka stefnuna, taka kúrsinn, taka veðmálið og fara af stað. Páll kom inn á sviðsmyndirnar, dreifbýli, mannauður, Eden. Þetta er svolítið borgarbyggð hérna, finnst mér, sem og kannski að hluta til dalalíf og auðvitað líka þekkingarklasi og bæjarklasi. Í svona sviðsmyndum maður kannski í núinu venjulega í miðjunni. Og það ekki þar með að maður verði bara einhver fastur einhver staður í einni sviðsmynd. Heldur notkun sviðsmyndar reyna að átta sig á að maður komin á eitt stað, hvernig ætlar maður að viðhalda því eða vill maður komast úr því eða ekki svo gott, hvernig bregst maður við. Það reyna að átta sig aðstæðum fyrirfram til að hjálpa að taka réttar ákvarðanir, einhvers konar vitibornar ákvarðanir byggt á bestu upplýsingum. Það er ágætt líka að velta þessu fyrir sér hvar svona í hvað átt maður vill fara. Og fyrir borgarbyggð, fyrir samfélagi, fyrir sveitafélagi, fyrir fyrirtækin, gríðarlega mikilvægt átta sig á hver sérstaðan hér. Hver sérstaða borgarbyggðar? Hver eru lykil eignirnar, innistæðurnar sem hægt að nýta, sem hægt að byggja á? Þetta nú ekki fjölmennt samfélag, en með 2 háskóla og 1 menntaskóla. Það gríðarlega mikil styrkur fyrir samfélagið að vera með 2 háskóla, ekki stærra byggðarlega en þetta. Ekki eignin hægt að nýta sér það. Og síðan það þannig að öll samfélög byggjast á náttúrunni og við erum bara núna seinni árin að uppgötva það svolítið að nýju sem var löngu vitað og við kannski búin að gleyma og ofnýta náttúruna. Sérstæða borgarbyggðar náttúrun. Það er stóra eignin og fólk hluti af náttúru. Náttúran, og eins og kom fram í skoðanakönnunni sem Þórdís sýndi okkur áðan, að fólki hér líka meðvitað það. Náttúran, landið, árnar, heita vatnið, kalda vatnið, ströndin, sjórinn, loftgæðin. Kannski þetta ykkar stóra sérstaða. Og hvað liggja þá tækifærin? Væntanlega út allt. Og það bara hugurinn sem skiptir máli þar, að virkja hann og vera með hugmyndaauðgi. Landbúnaður, við erum nýbúin að heyra hér hvað í gangi með þróun þar. Ferðaþjónusta. Hvað að hrjá fólk út allan heim? Offita, stress, mengun. Þið að fá hér í gegn hundruð þúsunda ferðamanna í venjulegu árferði. Hvað það sem skiptir máli? Jú, það að fá fólk til þess að ferðamenn, til þess að staldra lengur við, kaupa meiri þjónustu. Vegasjoppurnar, þar skila einhverju en kannski ekki miklu. Fólk fer eins hratt í gegnum mögulega getur. Fyrir ferðaþjónustuna þessi náttúra gríðarlega mikilvæg og svo eigið þið líka sögu, gríðarlega merkilega sögu. Þannig að tækifæri finnst mér liggja svolítið í þessari náttúru, í þessum menntastofnunum
tala við þessa drifkrafta, þessu stóru megatrend sem eru í gangi og koma með eitthvað fyrir viðskiptavininn. Það þarf metnað, það þarf forystu, það þarf kraft og ákveðnu stigum í ferli eru það mismunandi aðilar. Sveitarfélag getur verið góður aðili til þess að koma hlutum kannski í gang, taka flaggið og fá aðra með. En það þarf stundum að vera tilbúið að láta svo flaggið frá sér og láta aðra taka við. Hvað það sem Borgarbyggð vill vera þekkt fyrir? Hver þessi ímynd? Hverju á að breyta til þess að ná því? Og hvað á að keppa? Hvernig á að skila virði fyrir viðskiptavinni? Og hvernig á að ná þessu fram? Hvernig á að ná árangri? Þetta eru atriði sem Borgarbyggð eða fyrirtæki í Borgarbyggð eða hvar sem þurfa að velta fyrir sér. Og svo reyna að hafa þetta nógu einfalt. En mikilvægast að fá hópinn með. Að vera samstillt. Sammælast þessa lykil, hvað ykkar DNA í Borgarbyggð og allir einhvern veginn leggjast saman á áráðnar. Það þarf að ytta þennan tilgang, þennan göfuga tilgang sem gerir það verkum að unga fólkið sé tilbúið að leggja þessu lið. Það tilgangurinn hérna vinstra megin, samfélag, umhverfismál, hagsæld, stjórnarhættir. People, planet, prosperity og governance. Og það má hengja með auðveldum hætti heimsmarkmiðin á þetta. Það þarf að segja hvað Borgarbyggð varðandi þessa þætti. Skýrt, einfalt. Á sama hátt þarf að vera bakkað upp og stutt af fjárhagslegum burðum. Því að ef það keyrt og hratt í einu áttina og reyna að ná einhverju fram og það sprungið dekk, að þá endast menn ekki lengi á veginum. Þannig að það svo gríðarlega mikilvægt að þau verkefni sem farið í ýta undir þetta stækki báðar áttir. Samfélagið eflist, umhverfismálin verði góð, á Borgarbyggð að einsetja sér það að vera fyrirmyndar hringrásar hagkerfi. Það sem eiginlega engin úrgangur. Það ein leið líka til þess að draga að fyrirtæki og fjárfesta og fólk. Fólk með hugmyndir, athafnasemi. Þannig að það mikilvægt að lykilaðgerðir sem farið í huga fjármálum og að ná þessum svona greater good, þessum metnaði tilgangi sem og síðan þarf að passa sig að skipulega geta ekki allt og mikið. Það þarf að vera með stóra, einfalda stefnu sín, grófa áætlun hvernig á að gera þetta og taka þetta svo í sprettum. Og í þessum sprettum felst lærdómur og svo ítrun og gera þetta betur og betur. Og það allt í lagi að þessi gangi ekki allt 100% upp svo fremi að það sé vera að færast fram veginn. Breytingar fara illa í fólk, venjulega. Það þarf að vera gríðarlega mikill skilningur á hverju þarf að breyta, hvað á að breyta, hvernig við ætlum að gera það og svo að virkja kraftinn. Og oftast nær einhverju sem ætla bara að sitja í vagninum og sjá til og hlakka yfir hvernig þetta fer og svo aðrir sem streitast á móti. Þannig að í forystu, Borgarbyggð þarf að taka ákveðna forystu og í því felst vera með skýra sýn og fá alla með. Takk fyrir. Kærar þakkir Steinar
Steinþór, það svo áhugavert, við erum í nálega allt það sem skiptir máli, náttúruna, þögnina, skólana, höfuðborgina og auðvitað bara lífið sjálft. Heyrðu, við ætlum að ná okkur í kaffi, við ætlum að fá okkur kaffi og við ætlum bara að setjast aftur á borði, þannig að við getum nýtt tíman sem best. Okkur langaði svolítið að reyna að nýta tíman svolítið í svona tengslamyndin, en förum að fáum okkur smá veitingar og fáum okkur sæti og höldum áfram. Já, velkomin aftur og endilega fáum ykkur meiri veitingar. Næstur á dagskrá hjá okkur Bragi Þór Svavarsson, skólameistari Menntaskóla Borgarfjarðar, en það eru mikla breytingar í stefnu skólans og hann ætlar aðeins að kynna það fyrir okkur. Gjörðu svo vel, Bragi. Já, komið þið sæl og blessuð. Það nú vel við hæfi, ég var að gera grína Eiríki tæknistjóra hérna rétt á hann, það vel við hæfi að ég nú svona fara aðeins að tala fyrir aukinni tæknimennt og slíkt. Hér inni 1 fundarstjóri en það eru 4 tæknimenn. Þannig að ég held að við séum algjörlega spot on með nauðsyn þessa. Mér langar aðeins að grípa kannski hérna pínlítið punkta þegar við erum að tala breytingar í störfum hérna. Þá langar mér líka á svæðinu í Borgarbyggð, þá finnst mér líka bara einmitt í þessu ljósi ágætt að þakka og minnast þeirra ofurhuga sem að til dæmis stofnuðu þennan skóla hér, Menntaskóla Borgarfjarðar. Hér eru til dæmis 18 stöðugildi frá árinu 2007 sem að fást sem opinber störf inn í Borgarfjörð í gegnum samning við menntamálaráðuneytið. Það alls ekki sjálfgefið og talsverð breyting á áherslum. Þannig að bara sem gott dæmi velheppnaða breytingu starfa á svæðinu. Ég Bragi búinn að vera hérna í rétt 2 ár. Ég auðvitað dæmi kannski pínlítið það sem þið eruð að fara, við erum að spjalla hérna sem að ég pendlaði, ég starfaði í Reykjavík í 13 ár, keyrði hér á milli 4 til 5 daga viku, vann í Íslandsbanka og hérna gekk bara mjög vel. Og ég hef þá sögu að segja að hver sem vill spyrja mig hvort þetta sé hægt, þá það miklu meira en hægt. Og hvað þá með þeim breytingum sem í farvatninu eins og verið að kynna okkur hérna núna bæði með Sundabraut og 2+1, þá verður þetta allt saman öðruvísi. Ég hef líka reyndar ég sé ekki dæmi það sem við erum að tala hérna með fólk sem með minnimáttakennd fyrir því að búa í Borgarbyggð, það ég alls ekki. Ég afskaplega ánægður með að búa hér í Borgarbyggð. Hér finnst mér mjög gott að vera, mjög gott samfélag og öll þjónusta til fyrirmyndar. Og ég held við eigum að þora að segja það, upphátt, hvort sem við erum í uppruna Þingeyingar eða ekki. Ég ætla aðeins bara hratt og ég vissi að Pallir svo stuttorður að ég fengi örugglega 20 mínútur. Þá ætla ég aðeins bara, ég ætla að segja ykkur hérna frá þessu skólaþróunarverkefni sem við erum með hér í Menntaskóla Borgarfjarðar nákvæmlega núna. Við erum náttúrulega bara heppin með það að hér á bakvið þennan skóla mjög sterk stjórn sem hefur mikla framtíðarsýn og þegar ég ráðinn hingað inn þá fékk ég mjög mikið vald til þess að fara af stað með skólaþróunarverkefni hérna innan. Og við fórum af stað strax á vordögum 2020 í miðju COVID og ég meðal annars hélt í samvinnu hérna við hann Bárð netaráðstefnu sem að hét Menntun fyrir störf framtíðar. Var ráðstefna sem við ætluðum að halda hér fyrir kannski 120 manns sem endaði með því að vera netaráðstefna fyrir 13.000 plus vegna þess að við vorum með hann í beinni útsendingu. Frábærlega vel heppnuð hérna ráðstefna og það var auðvitað gert með stuðningi sóknaráætlunar.
Svo upp úr þeirri vinnu þá áttum við okkur á því að við vildum taka áfram fyrir alvöru skólaþróun hér. Og við settum á stað starfshóp sem að heitir og gekk undir því nafni Menntun fyrir störf framtíðar. Við fengum nú ekki, var nú ekki meiri svona hugmyndaauki eldur en það. En í þessum starfshóp var náttúrulega mjög sterkt fólk og honum stýrði Signý Óskarsdóttir sem verkefnastjóri sem núna starfandi hjá okkur í hálfu starfi einmitt við innleiðingu á þessu verkefni. Við fengum fólk úr atvinnulífinu, forstjóra og leikjaiðnaðinum, við fengum fyrrverandi nemendur, kennara skólans og aðila úr stjórn. Og þetta var gríðarlega mikil vinna sem var hjá þessum hóp, margir fundir og margir klukkutímar sem fóru í þessa vinnu. Við höfðum auðvitað þetta skýra markmið eins og krafa stjórnar var að við ætluðum að skapa skólanum okkar sérstöðu og það okkar mikla og stóra markmið. Við vorum skóli og erum á margan hátt en við vorum sérstaklega við stofnun skólans með mikla sérstöðu. Við vorum einn af þeim skólum sem var fyrstu til að vera með 3 ára nám til stúdentspróf, fyrstu til að vera með skyldu að vera með fartölvu og leiðsagnarmat, prófalaust. Þetta var eitt af því fyrsta sem við gerðum. Þetta hins vegar orðið alkunna, þannig að við erum ekki lengur sérstök að þessu leyti. Þannig að við þurfum að gera eitthvað meira og við vissum það líka sem að störfum hérna og stjórn að það mjög margt að breytast. Við sjáum að miðlun upplýsinga allra orðin allt önnur en hún var bara fyrir nokkrum árum síðan. Við vorum að tala um 2+1 veginn. Hversu mörg ykkar til dæmis hafi hort á myndband af því? Það les það engin núna 30 blaðsíðna skýrslu um það hvar tengivegur A komi hingað eða hvorum við hundaþúfuna beygtir út af veginum. Þetta allt saman myndbönd og slíkir hlutir. Við erum til dæmis að verða vör við það að dóttir mín fékk afmælisgjöf daginn eða það verða ár síðan reyndar og það var 3-vídda prentaður kistill sem að jafnaldri hennar 11 ára hafi gert heima hjá sér. Við vitum það að þeir sem eru að stofna til veitingastaðar sem dæmi, þeir kaupa sér einna fyrst 3-vídda prentara. Svolítið skrítið að kokkur þurfa að kunna á slíkt, en jú, hann þarf til dæmis að búa til skraut, diska, jafnvel þegar hann að 3-vídda prenta mat. Þannig það nú bara. Við vitum líka að hraði samfélagsins og annað mynstur í félagslífi ungs fólks kemur til dæmis fram í gríðarlega mikilli notkun snjalltækja. Við þurfum að bregðast við því. Við þurfum að hafa áhyggjur af því. En þetta kallar líka bara á okkar hlutverk, skóla til dæmis, að koma til móts við þessa krakka og þjálfa þau ennþá frekar í samskiptum, samvinnu, virðingu fyrir hvort öðru og öllu því sem lifandi læsigagna á netinu og hvað rétt og hvað rangt. Við vorum með mikla vinnu við söfnun gagna, ég ætla ekki að fara djúpt í þetta, við fórum og töluðum við ungt fólk, kennara, nemendur hér og þar og allstaðar og fengum gríðarlega mikið af gögnum til að byggja á þær tillögur sem ég kynni ykkur hér á eftir. Og útgefna, það sem skemmtilega við þetta var það að við vorum auðvitað þarna með mikið af útgefnu efni sem gefið út af alþjóðlegum stofnunum til dæmis, ráðuneytinu til dæmis, en þetta var svo mikill samhljómur með því sem okkar unga fólk sagði að það var mjög traustvekjandi fyrir niðurstöður tillagnanna. Ef við til dæmis bara skoðum þetta, hver hæfnin fyrir framtíðina? Við erum ekki að tala um pjúra störf hér. Við erum ekki að tala um hvort að það rafvirki eða lögfræðingur, heldur hvaða hæfni þarftu að bera. Það það sem við erum að tala um hér. Og það allt að sama brunni, hvað það varðar. Við erum með hugtök eins og eflingu nýskapandi hugsunar. Við erum með tæknilæsi, problem solving, auka virkni í námi, learning by doing. Þú þarft að hafa þetta í höndunum, þú þarft að gera þetta þannig. Og þegar við draugum þetta saman og styðumst við þetta til dæmis, þá þetta allstaðar sama grunnstefið. Það þetta mannlega, skilningur og
kennd og samskipti sem við þurfum að kenna, þjálfa. En við þurfum líka þekkingu og þekkingin, hún þetta tæknilæsi, skilningur á vísindum og listum. Og það rosalega mikilvægt að taka það fram að hér í þessu tillögum okkar og það sem við erum að tala hér, þetta tengist öllu námi Menntaskóla Borgarfjarðar. Við erum ekki að fara að kenna einhverja braut eða eitthvað slíkt. Heldur ætlum við að láta þetta flæða inn í allt nám. Það líka áhugavert að benda á og bara okkur til fullvissu. Þá það auðvitað þannig að menntastefnan okkar, hún í 100% í samræmi við þessar niðurstöður og þessar framtíðarsýn. Og það hins vegar bara okkar sem störfum í menntakerfinu að framkvæma þetta. Þetta allt saman til. Vegna þess að til dæmis eins og núna, þá við að innrita nemendur sem koma hingað í haust og þeir útskrifast 2026. Þessi menntastefna til 2030. Þetta bara komið. Þetta ekki stefna, þetta núið. Og þetta rosalega mikilvægt að þetta allt saman til. Nýsköpunarstefnan, hún svona líka. Þetta allt saman til. Hún segir að við þurfum að efla nýskapandi hugsun. Við eigum að kveikja neista hjá öllum nemendur. Og það því mikilvægt að fyrir skólan að líta ekki þannig á að þetta að kenna í einhverju fagi. Heldur, eða hvað þá í einhverjum öðrum skóla, eða einhver staðar annar staðar, eða bara heima hjá þér. Þetta eitthvað sem verður að vera allstaðar umlíkjandi í öllu okkar skólastafi. Og við tökum þetta hérna fyrir með nýsköpunarstefnuna og menntastefnuna vegna sem mér finnst það alveg mikilvægt að liggi fyrir að stjórnvöld þau hafa alveg verið með puttan á púlsinn. Það hins vegar það að framkvæma sem að við höfum ekkert alltaf staðið okkur í þessu. En þá komið að tillögunum. Þetta eru tillögur starfshópsins. Þetta var mjög áhugaverð vinna sem þessi starfshópur tók að sér og það var mikið debatt og frábært að fylgjast með. Það var til dæmis 2 auka fundir til þess að koma stað niðurstöðu, menn voru ekki alveg sammála, sem var frábært. Dýnamíkin var slík. Það sem við ætlum að gera að við ætlum okkur að allir nemendur, og við erum núna bara í samþykktarferli hjá Menntamálastofnun / menntamálaráðuneyti, í samþykktarferli fyrir því að allar okkar stúdentsbrautir sem eru hér í Menntaskóla Borgarfjarðar, þær innihalda STEAM-greinar, sem eru bara fög þar sem við leggjum áherslu á þetta. STEAM svona aðeins önnur útgáfa af því sem marga ykkar þekki og STEM. Og þetta sem sagt vísindi, tækni, verkfræði, skapandi vinna sem þetta A og starffræði. Og við ætlum að fá allar nemendur til að fá sérstaka þjálfun í stafrænni hönnun og miðlun og við ætlum að allir nemendur taka þátt í lífsnámi. Þessu til viðbóta sem ekki beint tillaga eitt af því sem verður hér sérstaða og ég kem aðeins inn á eftir og það það að við erum að byggja hér upp svokallað framtíðarver eða kviku. Það í hverju viku nýtt nafn og við erum ekki alveg komin á botn hvað það verður en hér sem sagt og ég kynni ykkur það hér og eftir þá ætlum við að stofna slíkt framtíðarver hér inni. En þá aðeins að þessum tillögum svo við förum aðeins nánar í þær. Það fyrsta var þarna lífsnám. Ungt fólk vildi læra á lífið eins og þau sögðu. Því að við sjálf heyrt þetta. Það var meira að segja grunnskólanemendur í 10. bekk hafa tekið sér saman og fjallað það að þeim sé ekki kennt nógu mikið á bara lífið. Og þá vitum við hvað við erum að tala. Við erum að tala svona fjármál og samskipti, sjálfstraust, koma fram, bara einfaldlega að gera skattaskýrslu, etc. Við ákváðum nefnilega að taka þessu kalli og í staðin fyrir að segja við setjum þetta inn í alla áfanga, hérna pínulítið fjallað þetta og pínulítið fjallað þetta, þá gerðum við einfaldlega 5 áfanga þar sem við tökum á þessum málefnum. Og við erum með áfanga sem heita fjárvit, heilbrigði, mannréttindi og jafnrétti og sjálfbærni og síðast ekki síst það sem við vorum að keyra nú á vorun og markaði upphaf þessa þróunarverkefnis hér sem allskyns. Það sem við fjölluðum allt því sem að tengdist kynlífi, kynvitund,
jafnréttis inn á það líka og fleiri. Frábærlega vel heppnuð vika sem að byggðist á samvinnu, nemenda og utan að komandi fyrirlestrum mjög mikið. Þessir ungu menn þarna til dæmis á myndinni glödd okkur ósegjanlega þegar þeir komu hér á opnum degi og fleiri reyndar íklæddir kjólum og þeir voru ekki að gera grín. Þeir voru hér og þeim var sagt á einum fyrirlestrinum til að gera svona ekki vandræðalegt, þá tökum við þátt. Til að svona verði ekki óþægilegt, þá tökum við þátt. Og þeir gerðu það, svo fallega og svo vel. Við erum líka, leið og við erum að tala að við erum að uppfæra, bæta inn áföngum inn í allar okkar stúdentsbrautir, þá tókum við okkur til og hvern einasta áfanga sem kendur við Menntaskóla Borgarfjarðar var settur inn klausúla hvernig við nýtum stafræna hönnun og miðlun. Til þess þurftum við til dæmis þetta framtíðarver sem við erum að byggja hér. Þannig að við getum nýtt þar hljóð og myndver og þar fram til göttunum. En þá var hver einasti áfangi sem sagt, hvort sem það var íslenska eða líffræði, sem var breytt til þess að koma þessu inn. Þetta ekki bara nemendur sem þurfa að gera þessi verkefni, þetta náttúrulega gríðarleg áskorun fyrir okkur starfsfólk hér að geta stutt við þetta. En þetta framtíðin, Palli, ég enn á pallatíma, þetta allt í lagi. Ég mér sér að koma inn fram úr mér hérna á blöðunum, þetta bara róleg. Nema hvað, framtíðarverið, það þessi kvika, það ver sem við ætlum að hafa hér á jarðhæð. Það fyrirbæri sem að mörg ykkar hafi kannski heyrt og séð, það í ætt við það sem við köllum FabLab. Við erum ekki komið þangað ennþá að við þorum að kalla þetta FabLab, mögulega förum við þangað. Það fyrir svolítið eftir í hvað við förum í tækjakosti. En þarna verða leysiskurðvélar, hljóð- og myndbandsgerð, aðstaða til eftirvinnslu á slíku, 3D-prentarar, smátölvur, saumavélar og allt þar fram eftir götunum. Þetta styður við stafræna hönnun og miðlun. Og við erum núna, einmitt bara vonandi næsta laugardag, að fara að auglýsa laust starf umsjónarmanns í kviku framtíðarveri. Það verður kannski gott ég verið búin að ákveða hvað þetta héti áður. En það byrjunin á því. En leið og við erum að tala þetta. Þá mjög mikilvægt að hugsa það. Við ætlum að hafa þetta hér í miðju skólans og þetta á að verða miðja skólans. Við viljum opna MB. Við viljum samstarf við sem flesta. Skóla, fræðsluaðila, fyrirtæki, félagasamtök, karlaklúbba, konurklúbba. Við viljum nefnilega þetta verði kvika hér í skólanum en ekki bara fyrir okkur í skólanum. Og við erum nú þegar hafin samtal við Borgarbyggð möguleika á aðkomu þannig að grunnskólar og önnur skólastig hér geti nýtt sér þetta og vonandi ber það ávöxt. Svo það rúsinin í pylsuendanum. Þá það nú alveg að verða búið. Það STEAM-greinar. Við sem sagt tókum þá ákvörðun að við kennum ósköp einfaldlega fag sem við köllum STEAM. Frá og með hausti í haust taka allir nemendur á öllum stúdentsbrautum 15 einingar í STEAM. Það jafn mikið og 3. tungumál. Þetta ekkert eitthvað bara svona smá, við erum að leggja áherslu á þetta. Og þetta eru áfangar sem eru frá 1. þrepi, 2. þrepi og upp í 3. þrep, þannig við erum að búa til meiri og meiri kröfur leið og við gerum þetta. Og við hugsum okkur að þarna verði ekki einn kennari, heldur meira svona verkstjóri sem að sækir að fólk héðan og þaðan til að kenna ákveðna hæfni og ákveðna þekkingu. Og við erum í mjög góðu samstarfi til dæmis núna, höfum verið síðustu mánuði. Þá byrjum við á því að allir 6 háskólar á Íslandi tóku þátt með okkur að skrifa áfangalýsingar þessara áfanga. Mikil vinna, mikið samstarf. Þau háskólarnir hafa sýnt þessu gríðarlegan áhuga og þeir eru áfram með okkur í samstarfi núna þar sem að þau eru að skrifa með okkur námsefni inn í þessa áfanga. Algjör nýjung, algjör sérstaða á landsvísu. Þannig að það tókst minnstakosti. Þetta ekki beint úr loftinu, bara svo það komið fram. Við erum auðvitað að horfa til STEM og STEAM náms og kennslu. Þetta þekkt. Þetta hins vegar ekki notað á framhaldsskólastiginu. Við ætlum að byggja á teymiskennslu, þetta verður hópavinna.
við ætlum okkur að tengja okkur við atvinnulífið og við viljum gefa nemendum líka mikið frjálsræði varðandi efnistök. Sérstaklega þegar komið á áfanga sem eru svona á 3. þrepi lengra komið. Þá viljum við að nemendur taki til dæmis verkefni sem tengjast þeim hér í héraði eða hvar sem er. Og eitt af því sem við gerum með þessu að hvetja til samfélagslegra nýsköpunar hér á svæðinu. Og það teljum við líka mikilvægt hlutverk skóla. Ekki bara að ná 200 einingum, heldur miklu meira. Bárður plataði mig, og ég enda á þessu, ætla ekki að vera lengi. Hann plataði mig til að segja hvar verður skólinn eftir 10 ár. Það nú svolítið mikið að gera í núinu, þannig ég veit ekki alveg hvort að ég rétti maðurinn til að horfa 10 ár fram í tíman. En mögulega verðum við þar með búin að þróa þetta tækninám meira, þannig að við getum hugsað okkur einhverja námslínu tengd þessu. Ég held að það sé aukin krafa þess að hluti stúdentsprófs verði erlendis. Við fundum mikið fyrir því þegar við skoðum gögn unga fólksins hér í héraði. Ég spyr iðn- og verknám og hvernig það þróast til lengri tíma. Þarf 100 fermetra fyrir verknámshús? Ég spyr, það eru komin í hermar, það er komið allt í tölvur og ennþá frekara samstarf við starfandi iðnaðarmenn sem dæmi og atvinnulíf til að læra. Er það framtíð? Eigum við kannski að vera með fleiri en 15 einingar í STEAM? Það var sett upp þannig að það ætti að vera 30. Þessi stórkostlegi hópur endaði þannig. Ég bara réð ekki við það. Ég hefði þurft að gera svolítið mikla breytingar til þess. Verður skóli án stundaskrár? Ég vona það, einhver tíma. Svo sannarlega. Ég vona að sérstaklega þegar þú ert komin á 3. ár í framhaldsskóla að þú getur ráðir meira sjálfur, hraða þínum og vinnu. Verður meira fjarnám og jafnvel staðnám í bland? Já, ég finnst það líklegt. Það allt sem bendir til þess. Takk. Þegar við erum með fólk sem brennur fyrir málefni sem þau taka þátt í og tala þá náttúrulega förum við aðeins fram úr dagskrá. Takk kærlega Bragi, það er svo gaman að sjá þessa sköpun sem í skólanum og þessa gerjun og þessa framtíðar vinnu sem þið eru með. Endilega fáðu eitthvað meiri veitingar. Næst á dagskrá mætt Áslaug Hulda Jónsdóttir í stað Áslaugar Örnu ráðherra, en Áslaug Arna forfallaðist bara í morgun, þurfti að skjótast til útlanda með engum fyrirvara og við erum það heppin að Áslaug Arna nýkomin til starfa sem aðstofakona Áslaugar Örnu Áslaug Hulda nýkomin til starfa sem fyrir Áslaugu Örnu og verður tímabundið, en hún líka formaður bæjarráðs Garðabæjar, þannig að hún kemur með svona þann vinkil inn í þetta samtal okkar í dag. Gjörðu svo vel, Áslaug Hulda. Ég ný. Já, hún galt allt út. Góðu gestir, ég vil byrja því að skila góðri kveðju frá ráðherra. Henni þykir miður að geta ekki verið með ykkur hér í dag, en eins og Þórdís kom yfir þá var planið ennþá í morgun að hún stæði hér til að vera með ykkur akkurat núna, en hún sem sagt í flugvél akkurat núna á leiðinni til Grænlands, þurfti að sinna þar skyldum fyrir land og þjóð og þið sitjið bara uppi með mig, aðra Áslaugu, og mér finnst virkilega gaman að fá að vera með ykkur. Kvín nýtt ráðuneyti háskóla, iðnaðar og nýsköpunar. Og það svolítið, þegar maður hugsa hvað það, áskorun var að tryggja hagsæld á Íslandi til langra framtíðar, þannig að hér séu lífskjör sambærileg við það sem best gerist í heiminum. Og hver vegvísirinn að því?
Það stjórnmálasáttmáli ríkisstjórnarinnar sem okkar biblía. Og hugmyndin í upphafi áður en þetta ráðuneyti var til var í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar lögð gríðarleg áhersla á nýsköpun og háskóla. Og framtíðarsýnin að nýtt ráðuneyti háskóla, iðnaðar og nýsköpunar leiði saman vísindi, þekkingu og frumkvæði einstaklinga svo hægt sé að auka hagsæld og velferð á Íslandi. Betri tenging milli háskóla og atvinnulífs stuðlar að frjóru jarðvegi fyrir framsækin og alþjóðlega samkeppnishæf fyrirtæki sem eru í forystu tæknibreytinga og skapa ný, fjölbreytt og spennandi tækifæri fyrir land og þjóð. Og þetta allt hugmyndir og orð sem við heyrum öll og sérstaklega þegar pólitíkusarnir eru upp á svið og nú get ég sagt að ég næstu þekki pólitíkus hér. En það sem skiptir máli í þessu samhengi að það fylgir þessu fjármögnun fylgir. Í gegnum þetta nýja ráðuneyti munu fara 80 milljarðar á hverju ári og svona sumir héldu upphafi þegar þetta var verið að búa þetta til að þetta svona lítið og krúttulegt ráðuneyti. En staðreyndin sú að þetta 4. stærsta ráðuneytið af 12 og einungis heilbrigðis, félagsmála og samgönguráðuneytið eru stærri. Tækifærin eru endalaus. Ráðherra velti því strax fyrir sér í upphafi. Ef við værum að búa til nýtt ráðuneyti árið 2022, hvernig lítur það út? Og höfum í huga að ráðuneytin hafi raun lítið breyst frá því rauninni það fyrsta var stofnað árið 1904, daginn sem Hannes Hafstein tók við. Þetta satt sama ár og bíllinn kom til landsins og við vitum hvaða breytingar hafa orðið á bílnum. Þannig að það hafa aldrei orðið breytingar. Hefðbundið ráðuneyti, það lítur svona út. Og þið sjáu þarna að það ekki tilviljun að þarna eru svona þykkar línur á milli, það eru þykkir veggir í okkar ráðuneytum oft bara í stjórnsýslunni og meira að segja út í atvinnulífinu þeim fyrirtækjum sem við þekkjum. En Queen, nýja skipulag þessa ráðuneytis, það lítur svona út og þetta verkfærið. Og ráðherra hefur sagt að ef nýsköpunin á heima einhvers staðar í hinu opinbera kerfi, þá hún heima í nýsköpunarráðuneytinu. Og þið sjá að þetta mjög einfalt skipurit miðað við það sem við sáum hér áður. Og það eru tvær skrifstofur, það skrifstofa stefnumörkunar og síðan skrifstofa framkvæmda og eftirfylgni. Og yfirbygging minnkuð verulega. Í nýju ráðuneyti háskóla, iðnaðar og nýsköpunar unnið með nýtt verklag til þess að eyða flöskuhálsum, fækka sílóum og brjóta niður þessa veggi. Þá að sinna meira af því mikilvæga en ekki bara af því áreiðandi. Flókin stjórnsýsla, hún tefur, hún tímafrek og það hætta á því að stefnumörkun í stórum og mikilvægum málum verði undir í baráttunni við almennar afgreiðslur og nýjasta tölvupóstinn. Við þekkjum þetta öll. Skrifstofa stefnumótunar sinnir forgangsverkefnum ráðherra en ekki daglegum verkefnum ráðuneytisins. Það gerir skrifstofa framkvæmda og eftirfylgni og hún fylgir þeim eftir ásamt daglegum verkefnum ráðuneytisins. Þetta mikil breyting og slíka breytingar ekki hægt að koma í gegn nema allir séu með og það mikil vinna í ráðuneytinu þessa dagana með mjög öflugum hópi fólks sem þar vinnur. Ég sem sagt á vinnudegi 3 í þessu ráðuneyti þannig að ég hlakka mjög til að fara á pallborð að fá mjög erfiða spurningar, ég sé ykkur hérna geti farið að hlaða í það. En það sem sagt krafturinn áþreifanlegur og mjög mikill skal ég segja ykkur. Fólk á að eiga raunverulegt val hvar það býr og hvar það starfar. Og það því mikilvægt að styðja við frjótt umhverfi land allt. Þannig geta grónar atvinnugreinar dafnað og nýskapandi hugsun laða fram ný tækifæri. Í endurskoðaðri byggingaráætlun áhersla lögð á aukna nýsköpunarhæfni samfélaga og frumkvöðlastarfsemi með áherslu á styrkingu stoðkerfis og nýsköpunar innviða, stafræna þróun og þekkingu og uppbyggingu. Ráðherra hefur gefið út að nær öll störf sem auglýst verða í ráðuneytinu verða störf án staðsetningar. Ráðuneyti Áslaugar Örnu fyrsta ríkisstofnunin sem gefur skýrt út að nær öll störf verði án staðsetningar. Þetta risastórt mál. En það þarf að huga að ýmsu þegar við tölum störf án staðsetningar. Þessu fylgir auðvitað algjörlega nýtt vinnulag. Það þarf að skapa ákveðið utanumhald í takti við sveigjanleikann. Þú þarft að vera með ákveðna starfsstöð
til að við geta verið hluti af liðinu og það er ýmislegt að þarf að skoða sem við kannski náum að ræða betur hér aftur í pallborðinu eftir. En nýsköpun og hvers konar hagnýting hugvits er mikilvæg forsenda fjölbreytts atvinnulífs, sterkari samkeppnisstöðu hagvaxtar og velferðar, ekki síst í ljósi þeirra þjóðfélagsbreytinga sem er að eiga sér stað. Allt sem fólk tekur sér fyrir hendur með breyttum aðferðum er á sinn hátt nýsköpun. Hver einasti dagur er nýsköpun. Hlutverk ríkisins er ekki að búa til hluti, heldur að búa til frjótt umhverfi þannig að hægt sé að taka flugið land allt, fulla ferð. Og ég sé að hér er allt á fullri ferð. Lykillinn að bættum lífskjörum og fleiri tækifærum er að hugvitið verði stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar. Þetta er mantran í nýju ráðuneyti og ef einhver í ráðuneytinu er að gleyma því hvað hann er að gera og hvort þetta sé mjög mikilvægt það sem hann er að gera okkur núna, þá er alltaf sagt, mér sagt, fáðu te eða kaffi. Og ég sagði, ég skil ekki þetta og ég er búin að fatta það, en ég er svo ný að ég er ekki komin með bolla, þannig að þetta er bollinu Eydísar. Þannig að því að það var talað hér áðan að verði nú að fá alla með í liðið, að það er svona líka stór hluti af því þó það sé ráðuneyti, inngróið ráðuneyti, þá er líka mikilvægt að taka þessi stemningin. Þannig að það er búið nú hver starfsmann með bolla sem stendur nákvæmlega á möntrunni sem er verkefni ráðuneytisins, lykillinn að bættum lífskjörum og fleiri tækifærum að hugvit verði stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar. Og þetta kom vel fram hjá Páli áðan það sem var að tala þetta er ekki bara landbúrun og sjávarútveg sem við gera, við þurfum að gera meira. Og svona að því að ég er nú hér og þið eru nú í þessari sveit bruggið þið nú brennivín, ég hef nú farið þangað og fengið mig góðan bjór. Það var líka sinni búið stemninguna, ég heldur nú bara svona því að við erum ekki í upptöku. Það var hérna bjóð starfsmannahópurinn líka til svona skemmtilegan drykk sem heitir Queen Andi og ég verði að lesa þetta því mér finnst svo skemmtilegt. Sko. Þetta er lykillinn að bættum lífsgæðum. Það er svona alltaf svona upplýsingar innihaldið. Það er svona 38 starfsmenn, 80 milljarðar, 100% hugvit. Og síðan er sko innihaldslýsingin. Það er sko, þetta er best fyrir íslenska þjóð. Styrkleiki er mátulegur og inniheldur metnað, kraft og gleði. Og mér finnst þetta mjög skemmtilegt og svo segir hér í smá skýringum, mögulegar aukaverkanir gæti framkalla róttakar breytingar á vinnulagi stjórnarráðsins, sem við hljótum öll að fagna. En mér fannst þetta mjög svona hressandi að sá að ég var komin á skemmtilegan stað þegar ég mætti, sem sagt, fyrir 3 dögum. En nýsköpunarstuðningur við frumkvöðla getur verið aflgjafi til að takast á við samfélagslegar áskoranir sem landsbyggðin og samfélagið allt stendur frammi fyrir á komandi árum. Nýsköpun stuðlar af starfstækifærum á landsbyggðinni og af fjölbreyttari og sterkari samfélögum. Og ég verð því að nota tækifæri að minnast á Lóu, nýsköpunarsjóðin Lóu, sem er nú í annað sinn verið að úthluta. Þetta eru 100 milljónir sem er sérstaklega styrkir fyrir sveitarfélög og aðila út á landsbyggðinni. Og það er úthlutun er til 11. maí, hún er byrjuð, þannig vildi nú svona bara benda ykkur að einhverju sótt þetta í fyrra og kannski fengið að kíkja á þetta. En kæru gestir, það er augljóslega mikill kraftur hér og full ástæða til að vera bjartsýn. Og ég efast að ég var að hugsa það í hádeginu þegar ég vissi að koma til ykkar, að ég efast að það séu mörg sveitafélög sem búa því að hafa 2 háskóla í Kortesfjarðarlagi í nágrenninu og svo öflugan framhaldsskóla. Ég kem nú grunn í menntakjörnu, þannig ég hef mikið heyrt ykkar sterk og öfluga framhaldsskóla, þannig ég held að þetta sé gríðarleg tækifæri. Og það er gaman að heyra hvað það líka að það hér sé verið að miðla og tengja, en það er einmitt lykilatriði þegar kemur að nýsköpun. Þannig að hugvit og þekking er ótakmörkuð auðlind sem við höfum auðvitað beisla og nýta og til að skapa fleiri verðmæt og skapandi störf. Þannig ég segi bara fulla ferð og áfram þið. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta erindi Áslaug, þetta var mjög inspirerandi og skemmtilegt. Þá er komið að pallborðin okkar og pallborðsstjórinn verður Bárður Örn Gunnarsson sem er ráðgjafi hjá Svartatindi og er mikið búinn að vinna með fyrirtækjum og stofnunum og sveitarfélögum og öðrum í svona
alls konar svona grunnvinnu að breytingum og stefnumörkun. Bárður, vilt þú koma upp bara og kynna það sem í pallborðinu? Og svo bið ég ykkur að koma upp sem að taki þátt. Já, gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Við ætlum að prófa að taka þetta saman. Það var mikið svona, það var svolítið áberandi í umræðinni í dag var að það var mikið lagt fram á spurningum. Nú ætlum við kannski að reyna að koma með svörin, allavega svona í áttina. Við erum með svona mjög fjölbreyttan og skemmtilegan panel og ég ætla fyrst að fá auðvitað Þórdísi Sif til að sitja með okkur og Áslaugu. Er hún ekki hérna? Já, með bjórinn. Mér langar líka að bjóða hérna Margréti Jónsdóttur Njarðvík sem rektor á Bifröst og hefur leitt mikla breytingar þar undanfarið. Jónas Freyr Kjartason úr Kraumu. Við höfum lítið heyrt í raun og veru frá ferðaþjónustunni sjálfri og hann klárlega sá sem leiðir eitt svona það mest spennandi nýsköpunarfyrirtæki í ferðaþjónustu á svæðinni. Svo langar mig að bjóða líka hérna Þorvald Jónsson sem búinn að vera titlað tæknistjóri hérna í dag til þess að vera með okkur. En hann svona eins og Páll lýst á hann líklega sá eini sem býr í Eden. Eiríkursi. Hann sá eini sem býr í þessari Eden sem lýst á áðan. Því að hann klárlega í starfi án staðsetningar og býr í Borgarbyggð Borgarnesi en vinnur í raun og veru í starfi sem tengt Reykjavík. Þannig að við erum með svona svolítið alla keima og fjölbreyttan hóp og nú komið ykkur að svara spurningum. Mér langar að byrja svona svolítið á samt léttri spurningu. Það var mjög áhugavert hvernig Steinþór sló öll vopnin úr höndum mínum hérna í dag og taldi upp svona ákveðin mál, en það var mjög áhugavert þessi pæling styrkleika svæðisins og mér langar aðeins að velta því yfir ykkur því þið komuð svolítið mörgum áttum og þú veist, hverja sjáu þið vera styrkleika svæðisins? Bara aðeins að fara í gegnum þetta. Við erum búin að ræða hérna háskóla og ferðaþjónustu og svona, en það ágætt bara að heyra frá ykkur því þið komuð svolítið ólíkum áttum. Er það alveg samhljóma eða eitthvað annað sem svona kemur ljós? Vilt þú kannski bara byrja, Þórdís? Já, takk. Styrkleika svæðisins náttúrulega eins og kom fram áðan, náttúran. Það við getum byggt alveg ótrúlega mikið af því og mannauðurinn. Það skapandi góða fólk sem býr hérna og maður sér það líka bara svona á fólkinu hvað þeim líður vel hérna. Já, mér finnst þetta að vera svona allavega það sem ég myndi vilja koma inn með núna. Áslaug, nú má þú ekki segja brennivín. Ég held að það er svo margt komið hér fram í dag. Það auðvitað umhverfið, það náttúrulega ótrúlega mikið og enda búið að vera mikil uppbygging í ferðaþjónustunni og þannig að ég held að það sé kannski svona fyrst og fremst hægt að byggja á. Svo eins og við erum búin að ræða, við erum komið þessi störnum staðsetningar, það ótrúlega breyting. Fólk meira að vilja fara alveg, við séum bara hvað við gerst í til dæmis á Selfossi og Árbæ og það bara sömu tækifæri hér í þessari uppbyggingu. Takk. Jú, eftir að hafa verið 30 ára húsmóðir í Vesturbæ Reykjavíkur, þá fluttist ég út á land og rak fyrirtæki á Seltjarnarnesi frá Siglufirði og núna rektor í Borgarfirði. Ég borgfirðingur, þannig að ég þurfti ekki nafnspjald við að flytja hingað inn, en styrkleikarnir eru í dag, við höfum sjóinn, við höfum fjöllin, við höfum jöklana, við höfum fyrsta flokks ferðaþjónustu, til dæmis ég var alltaf í Sveita Húsafelli. Nú búið að rýbranda, búið að endurgera Húsafell sem lúxusferðaþjónustu og það er rosalega munur þar á. Veiðiréttindin, náttúrufegurð, ég er alveg fyrir að Húsafell sé fallegasti staður í heiminum, en Bifröst, þetta eru svo ótrúlega fallegir staðir. Allt getum við gert þarna ef að við höfum trú á þessu sjálf. Og það finnst mér vera algjörlega alveg svo það ekki hægt að reka fyrirtæki nema það er ekki traust. Þetta gerast á Siglufirði sem var í dauða og djafli 1990 eitthvað. Síðan fekk fólk allt í henni trú. Og bara undanfarinn mánuður
sem að við höfum verið í samstarfi, Borgarfjörður og Bifröst, við móttöku flóttamannana. Það hringdi í mig fyrrverandi félagsmálaráðherra í dag og sagði, þeir eru orðnir eins og Borgarfjörður Eystri og Bifröst. Það koma bara jákvæðar og yndislega fréttir frá okkur. Og það það sem við gerum, það að vinna saman, það styrkleikinn, vera ólík og nota það sem stökkpall upp af við. Róbert. Hún alveg sagði allt sem ég langaði að segja, en málið mér líka að ég bý í Hafnarfirði, áttu okkur það. Ég keyri á milli hérna frá Hafnarfirði upp í Grauma næstu 3-4 á viku, en málið mér styrkleikinn náttúran okkar. Mér styrkleikinn líka að við erum fjölbreytt og erum líka með fjölbreytt af, kann maður segja, fyrirtæki á svæðinu. Mér líka styrkleikinn líka að við erum bara, kann maður segja, þessi ásýn við erum nálægt Reykjavík. Fólk gerir sér grein fyrir hvað við erum stutt á Reykjavík. Okkur veist ekkert mál, eða ykkur, fyrir ekki eða alveg ykkar á undan, að ykkur má gera Reykjavík, en Reykjavík finnst þú erfitt að gera yngar. En það er svo stutt á milli. Og ég tel að það er líka styrklegur hvað það gera svo margt hérna. Náttúran eina rosalega falleg. Við erum í Ísland sem svona flokkast í 4-5 hólf sem eru ólík, en ég veist náttúran í Borgarfirði bara eitt af fallegasta svæðinu á Íslandi. Allir tala Suðurlandið, en við erum að koma að tikka inn fyrir Vestfjarða. Það er líka að við búum hérna, að þið sem búið hérna, við búum í Íslandi 360.000 manns og það má ekki gleyma að 360 manns sem tala vel svæðið okkar. Það þurfum líka að passa upp á að við þurfum að standa saman í það að tala vel okkur sjálf. Það er líka að tala hvernig við erum. Samstarfið, það er að segja ykkur lítið sögu hérna, því ég kom upp til fyrir 5 ára síðan. Þá hringdi ég allar ferðarþjónustu fyrirtæki í kringum mig. Krauma, nýtt fyrirtæki og ætlaði að fá samstarf með fólki. Ég fekk hrótulega skrítið samtölu um mig. Akkur þú hringir mig, akkur vilt þú í samstarf við mig? Við erum sér að báti, þú að taka okkar viðskiptunni. En ég horf alltaf á það, ef ég næ Krauma sem afturringfyrirtæki, auka við gistinættur 2-3 nætur við ferðamanninn, þá hjálpumst það. Ég er ekki græðið allt, heldur þið kannski veitingastað, við kunum borða ekki á mér eða fyrir ekki böðum mér eða kemur við á mér kannski. Og þessi kaffisópa borðaði þér öfugt. Þetta var rosalega skrítið samband fyrst. Þetta var bara, ég átti ekki orð með hvernig umgjörðin var. En þetta er breytt. Dæmi sem var frá mér. Við gerum samtal við fórsett hótel til Reykholti. Þá skal ég tala um þetta mikið aðeins saman. En málið að ég sættist niður að ég okkur vantar gistingu. Ég var á föstudagskvöld og lögðarskvöldum svara símtölum og póstum fólk að Reykjavík. Hvað er gistingu? Sæði, hvað er gisting? Og ég hafði hugsað, hvað get ég gert til þess að ná fólki til Borgarfjarðar og gista innan 2 nætur? Og við gerum samtal, ég og fórsættur Reykholti, við að gera svona rómantíska ferð í Borgarfjörð. Fórshótel, starfsfólki sagði mig að það væri alltaf tómt á Íslendingum á veturnar. En þessi ár sem ekki við COVID á, það var 50-90 herbergi fullt í fórsættum og fylltist allt jáðan út af tengingu Krauma. Ég fekk ekki matinn, ég fekk ekki gistinguna, en hvað samstarf var mikilvægt þarna milli okkar. Þetta eins og það, við erum með rosalega flottan, hvað maður segja, ég eftir að kynast okkur betur, hver veit að ég flyt hingað, ég held ekki, ég mjög gamlari, en það sem málið að vera að tala saman, vinna saman, það allir að græða á hver öðru. Takk. Jónas, eitt svona til þess að halda aðeins áfram með umræðina sem voru áðan. Nú myndist Steinþór á svona að það væri kannski mikið tækifæri hérna í svona heilsutúrisma eða styðja við heilsu og fólk myndi flytja hingað til þess að lifa ákveðin lífstíl og næri náttúrunni. Nú ert þú kannski eini hérna inni sem vinnur svona beint við wellness. Sérðu aukið tækifæri í þessum bransa? Ó já. Þið vita að ég er mikið samskipti við fólki sem býr austanfjalls löndum, ástæða fyrir að þið er út af jarðtengi á Ísland. Við erum með eld, ís, við erum með allt. Og þeir segja bara líklega að horfa Snæfellsjökul, bara jarðtengingin komin. Við eigum mikið þeim. Og ég til að við líka, til þess bara Krauma, við erum að gera okkur eins grænt og mögulegt er. Ef einhver er að eyða kolusporum, það er ég og það ég er að keyra frá Hafnarfirði hingað upp á dísilbíl. Örugglega kemur að því ég fer með rafmagnsbíl, en það er málið að umhverfisvænt, það er rosalega innan. Fólk er að tala mikið jóga. Fólk frá Asíu að koma hingað að taka jóga á Íslandi. Akkur ég byrja að koma, ekki allir Íslendingar í Asíu fyrir jóga, en jarðtengi.
við erum með þetta allt í hendi. Við getum gert miklu meira. En okkur vantar samt fleiri afþreyingarfyrirtæki, ólík. Þetta allt í stað. Og Borgarfjörður, ég held að ef einhver eigi á mest tækifæri inn í okkur á Íslandi, það Borgarfjörður. Að við erum svo stutt frá Reykjavík. Við erum ekki alþjóðaflugvöll, við erum ekki með neitt svona tækifæri, en mér langaði rosalega að vita hvað mikið keyrsla uppbyttir frá ferðamönnum, hvað mikið keyrsla. Ég hef trúað því að Borgarfjörður eftir að vera svona sá bæjarfélag sem eftir að auka mest við. Mér finnst það frábært að heyra í dag uppbyggingu, reyna að skipulagsbreytinga, reyna að fá fjölskyldufólk hingað fyrir. Það var rosa flottu fyrirlestar hérna maður, mér finnst mjög spennandi allt saman. Hann tók bara allt míns orð þarna frá KP, svo ég man ekki nafnið. En mér finnst þetta að þið eigi svo mikið inni. Þið bara nýta okkur að halda þessu áfram. Það þarf að halda þessu áfram, ekki tala um þetta, það þarf að halda þessu áfram. Ok, frábært. Eiríkur, nú ert þú kannski sá svona sem hérna, ert í þessu starfa án staðsetningar. Hvernig lítur þú á styrkleikasvæðisins? Af hverju býrðu hér? Ég held að ég náttúrulega barnaði mig eitthvað sko fyrst, en fyrir utan það, þá held ég að sko helstu styrkleikar, ég er alveg samanlega sem kom fram og mér er gaman þessi áhersla á skólamálunum, það sýnir hvað á öllum skólastöðum, hvað það er raunverulega þessi skipti máli. Það er aðkoma hins opinbera, síðan er hún bara verið ekki fyrir og leyfa fólki að blómstra. En það gleymist, eða svona mér vantinn í umræðina þessi það talaðum tækifærin eru hérna og þessi félagslega tækifæri. Það er ofboðslega mikil félagslega, ég er bara trúður úr Breiðholtinu, ég er búinn að taka þátt í fleiri leiksýningum og tónleikum og ekki láta mig syngja sko, en búið til sjónvarp og verið í framboði og stýra bæjarhátíðum og það eru bara allir velkomnir. Og þú getur verið í öllum foreldrafélögum sem þú vilt vera í sko. Og ég bara vertu með, það er pláss fyrir alla og þetta er svona, já þetta er ástæðan fyrir að þú býrð í samfélagi sko. Annars býrðu bara einn. Já, frábært. En það er þessi mannlíf sem við oft komið hérna og hérna auka samtalið og svona sem er kannski meira til staðar en við oft þorum að segja. Ég er nú svona hálfpartinn ennþá með gæsahúð eftir ræðinans Braga hérna. Það er virkilega svona mikil kraftur og þó sem við tölum oft háskólana þá hlýtur menntaskólinn að vera ekki síður svona algjör grundvallarstofnun fyrir okkur sem mögulega flytjum hingað. Já, og sjáum fram á einmitt, við fluttum með ung börn hérna að sjá fram á það að börnum getur fyrir í skóla hér er náttúrulega gríðarlega. Já, frábært. En Bragi náttúrulega auðvitað Bragi, þegar hann var svo ánægður, hann var líka með skemmtilegan ferðarfélag þegar hann var að pendla. Það ekki? En þá kannski snúum okkar aðeins að svona laum okkur yfir í kannski smá pólitískari umræðu. Þú veist, hver raunverulega aðkoma sveitarfélaga eða ríkis að vera að nýsköpun og atvinnu uppbyggingu á svæðinu. Nú hefur verið mikið að tala um þessi samvinnurými eða coworking spaces og nýsköpunarsetur og hvar eigum við að byrja, hvar eigum við að leggja áhersluna og hvað má í raun og veru kannski sveitarfélagið eða ríkið, hversu mikið má það beita sér? Eigum við ekki fara bara sömu röða því að kannski þetta er mest beittir ykkar tveggja? Já. Lögbundna skyldur á sveitarfélög að taka þátt í svona atvinnu uppbyggingu og atvinnustarfsemi er ekki mikil. Þetta er ekki eitt af lögbundnu hlutverkum sveitarfélagsins, en eitt af því til þess að byggja sveitarfélagi er atvinna. Þú veist, það verður að vera atvinnutækifæri og eitt af því sem kemur alltaf efst í könnunum hvað skiptir máli í sveitarfélaginu, til dæmis gott, það er atvinnulíf, það er grunnskóli, leikskóli og það er íbúðir, það gefur höfuð. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum alveg að leggja aðeins meiri áherslu á og ég held að sko, við getum styrkt nýsköpun, við getum ekki tekið þátt í atvinnulífið að miklu leyti, við getum ekki stofnað fyrirtæki sem er að fara í samkeppni, en við getum verið aðilar að nýsköpunar- og þróunarsveitum. Við höfum verið að taka þátt í stofnun nýsköpunar- og þróunarsveitarna sem hafa verið undanfarið stofnuð og við þurfum alltaf að horfa á þetta út frá jafnræðisgrundvelli. En það er helling sem við getum gert og bara þetta samtal, koma á samskiptum, vera í meiri samskiptum við fyrirtækin og taka vel á móti þeim sem eru að flytja eitthvað upp eftir, að hafa huga og byggja upp starfsemi og það er eitt af því sem við getum bætt okkur enn betur í.
taka vel á móti þeim sem að leita eftir lóðum eða eru með uppbyggingar áform og líka að leita að tækifærum. Hvar eru fyrirtæki eða einstaklingar sem að væru verðmætir fyrir sveitarfélagið? Hvernig getum við svona hjálpa þeim að koma sér fyrir og koma sér upp einhverju atvinnustarfsemi? Nákvæmlega. Áslaug, það er svolítið gaman að hafa þig hérna því að þú ert nú í sveitarstjórnarmálum í Garðabænum og það er alveg ótrúlegt þegar maður er að hlusta á fyrirlesturinn í dag, kannski fyrir utan landbúnað sjávarútveg, þá er eiginlega nákvæmlega sömu vandamál í Garðabæ. Það er sömu pælingar, það er verið að spá í hvernig getum við fengið fólk til að vera hérna lengur, hvernig byggt upp atvinnutækifæri. Hvernig sér þú þetta fyrir þér? Ég held bara svona svo Þórdís ég kom kannski inn á í ávarpinu mínu. Ég held að ríkisins og hið opinbera á að stuðla og styðja við þannig að þessi vöxtur geti orðið. Og eins og mér sýnist þið líka að gera óslega vel hér þarna að miðla og tengja til að við getum fengið betri vöxt. Og tala Garðabæinn og ég horfi svona undir augum því að mér finnst alveg sjúklega spennandi fyrir þetta tækifæri að tala uppbyggingu þessi öflugi framhaldsskóli og þessi 2 háskólar sem við erum með hér. Það eru gríðarleg tækifæri. Og líka bara í félagslegum innviðum. Þegar fólk að velja sér búsetu, þá toppmálið sem hefur áhrif á fjölskyldufólki hvernig skólar, eru góðir leikskólar, eru sterkir grunnskólar. Þetta forsenda til að velja sér búsetu. Og við erum með stór fyrirtæki eins og Controlant sem er nú öflugt frumkvöðlafyrirtæki og byrjaði bara með, hafa sagt þér ekki orðið til en það væri fyrir nýsköpunarstyrki hins opinbera. Controlant, Marel, þessi stóri fyrirtæki, þessu heyrðu, við erum bara að finna hér að við viljum hérna laga til eitthvað gott starfsfólk og þau eru bara að byrja að hugsa það getur við einhvern veginn komið að því að við erum með rekstur á leikskóla. Það er það sem fólk hugsa. Þannig að sömu forsendur eiga auðvitað við sveitarfélög og svona svæði eins og hér. Hvernig hægt að gera það betur. Þannig að þarna held ég sér líka tækifæri fyrir samfélagi eins og hér sem er aðeins frá sem að getur byggt upp svona öfluga innviði. Þjónustur eldra fólk. Og þetta hefur líka áhrif á það að stór fyrirtæki vilja koma hingað. Og það er náttúrulega skipulagsvaldi líka náttúrulega sveitarfélögum, þannig að við getum stýrt í hvernig svo uppbygging verður, þannig að það eru, Já. En Margrét, hvernig svona líkur þetta við þér? Hvernig sér þú að, sérstaklega þá sveitarfélagi kannski núna frekar ríki, geti stutt við ykkur í ykkar vextur og nýsköpun og Verkefnið með Úkraínufólki auðvitað fullkomið, þar sem að ríki, sveitarfélagi, Rauði krossinn og við erum komin í svo fallegan dans að það hálfa verið nóg. Þetta er gott dæmi það hvernig samvinnan sigrar alltaf allt. Þegar fólk leggur saman. Háskóla á nýsköpunar, eða viðskiptaháskóla á nýsköpunar er náttúrulega óhugsandi öðruvísi að leggja gífurlega áherslu á nýsköpun og það erum við einmitt að gera með því að stofna co-op. Og ég verð að segja frá því að síðastliðinn laugardag þá fór ég í pílagrímagöngu frá Strandakirkju að Þorlákshafnarkirkju. Og sem ég nálgast Þorlákshöfn, ég bara, það er alltaf svona að tala niður til Þorlákshafnar, kem ég að bænum. Nei, við erum að taka sveig, það er verið að byggja landeldi, risaframkvæmd, það er verið að stækka höfnina. Og svo löpum við áfram, það komið verksmiðar frá Lýsi, áfram, risa bílastæði, bara eins og við flugvöllum. Alla bílaleigurnar fá að geyma bílana þar, miklu ódýrara. Golfvöllurinn fullur af fólki, með sér kirkjan, það var reyndar útferð, en ég hugsaði, vá, þetta er hægt. Af því að vinur minn úr Þorlákshöfn, hann segir að menntastefna að sé að vera með 1 doktor og 1000 fresti. Ég hugsaði, nei, þetta er komið, þetta gerist strax. Og það er svona sem við þurfum að hugsa, það er bara viljinn, skapa tengingarnar og það gerir þetta aldrei neitt einn. Frábært. Eiríkur, nú ætla ég að byrja þér aðeins. Ég ætla aðeins að stökkva yfir. Oft þegar maður er að vinna í svona stefnumótun og Þórdís byrjaði 10 árum og svo fór Páll í 20 ár og svo voru konið 30 ár og 40 ár. Ef við horfum svona aðeins til framtíðar, þá megum við oft svona hugsa svona án einhverja kvaða eða þessar. Sko, hvers konar fyrirtæki myndi þig dreyma að kæmu í Borgarbyggð, og jafnvel hvaða fyrirtæki, og hverju þurfa að breyta til þess að það myndi gerast? Nú vinnur þú til dæmis hjá Reiknistofu bankanna, sko. Ég er búinn að vera síðan 2007 hérna og flutti, árið 2007 gekk mjög vel í íslensku efnahagslífi og ég fór til yfirmanns og sagði ég ætla að flytja í Borgarnes og taka vinnu með mér. Og það var nóg að gera þannig að ég fekk bara að gera það sem ég vildi og ég hef verið hérna síðan. Það er gríðarleg forréttindi að fá að vinna svona og vinn mest megnis heima hjá mér. Ég vil spurja hvað verður fyrirtæki eftir 50 ár?
Því að nú ég fyrirtæki sem með sko 2 hæðir í Borgartúninu sem kostar örugglega dágóða slummu sko. Ég sko, hvað verður ekki bara lítið kaffihús, skilurðu? Hvað verður, allavega í mínum gerð, ég ekki að hugsa sko, ég bara hugsa út frá sjálfum mér, að þá, hvað fyrirtæki framtíðarinnar? Það skrifstofa, skilurðu? Nákvæmlega. Það það sem að ég bara, þannig ég tengi ekki spurninguna þannig sko. Nei. Og hugsa til 50 ára, þá þetta ekki rétt spurning, eða skilurðu? Nei, bara, glæsilegt. Hvað þetta 50 ára? Þetta svolítið eins og mér heyrist að ráðuneytið sé að gera. Mjög áhugavert sko. Bara þetta stefnu og það bold og það flott. Ok. Og ég fæ kannski að bæta við þetta. Já, endilega. Það sem þetta svona, þegar við erum að hugsa þetta að vera þessar breytingar ráðuneyta sem við erum að gera. Þú veist, í náinni framtíð er talið að helmingur starfa muni sko breytast umtalsvert eða hverfa. Þú veist, það er talið að 70% af þeim börnum sem eru að byrja í grunnskóla í dag muni sinna störfum sem við höfum ekki nafn yfir því að flestar eru bara ekki til. Og þú veist, það er ákveðin framtíð, þú veist, það er sko, hvað 50 ára, 20 ára, það eru framtíðarfræðingar sem ganga svo langt að segja að, þú veist, að innan 30 ára, að því að Bragi var að tala um hæfni og færni, verði svo færni sem eftirspurnir eftir á vinnumarkaði í dag ekki til. Þetta er rosalega stuttur tími og rosalega mikla breytingar. Og þar held ég líka að séu svo mikil tækifæri að við verðum þannig að snögg að bregðast við og er svo spennandi fyrir að búa til vettvang á svæði sem hér. Nákvæmlega. Mér finnst svo áhugaverð því að ég hugsa stundum þetta og það kemur sérstaklega á staði sem ég er bara á Breiðholtinu sko. Svo kemur maður finnur svona í svona smærri samfélögum svo náið hvernig ég er að gera þetta og pabbi minn gera þetta og afi minn. Ég finn það svo sterkt í sveitinu og sterkt í sjávarpartinu. Við erum bara kynslóð, og þetta er bara að breytast. Og þetta er rosa flókið. Og þetta er bara, þetta er svo gigantísk og veldisflókstir í breytingu að pabbi minn veit ekkert hvað ég gerir sko. Þetta er skrítið sko. Hvað er? Já, pabbi minn sendir mér alltaf atvinnuauglýsingar. Heldur ég vinni hvergi, þetta er nú sniðugt starf. Já, en ég meina þetta er áskorun sem Bragi er búinn að vera að vinna með mjög mikið og mjög áhugavert hvernig hann er að reyna svona að stökkva aðeins fram fyrir kurvuna. En ef við endum orðum spurninguna, ef við segjum hvers konar umhverfi þurfið ef það verður ekki skrifstofa? Hvað þurfum við að gera hérna sem samfélag? Hverju þurfum við að breyta? Hvað þurfum við að styrkja? Ég var að reyna að svara því. Þá erum við opnað fyrir spurningar. Margrét, myndið þú kannski byrja? Já, mér bara dettur strax eitt í hug sem ég tek eftir hér og ég myndi breyta strax og vil ég hætta að taka upp á meðan. Við þurfum að leysa upp læknamafíuna vegna þess að á Siglufirði eru fastir læknar. Það vantar svo fasta lækna hérna út á heilsugæsluna og ég fer alltaf á Siglufjörð vegna þess að ég nenni ekki að taka alltaf þessar lækna sem koma, ég kalla smugulæknar, þeir eru í viku í senn og þeir fá 1,5 milljón á mánuði. Þannig að það er samtryggingin að ráða sig ekki fast störf. Við höfum bara flytja fólk, kenna íslensku, hafa fasta læknaþjónustu. Þetta er alveg grundvallaratriði fyrir landsbyggðina að hafa þetta í lagi. Þetta myndi ég byrja að gera til þess að fólk flytja hingað alveg örugt. Já. Ég var ekki að segja að ég hafi sagt þetta. Nei, sumir hafa samt áhyggjur að með svona aðgerðum að þá séum við að braindreina önnur samfélög, sko. En áhugavert. Svo má ekki gleyma heldur, málið að tala um skrifstofu. Hvað er margir með skrifstofu? Hvað er margir í þjónustar? Við viljum öll þjónustu. Ég er vinna í þjónustar. Og það má ekki gleyma því í hugsunum hvernig við alltaf tala um skrifstofuna, hvernig húsið verða, að í framtíðin við þurfum þjónustu. Við verðum ekki með vel róbótar þjónustofur. Þú vilt fá góða þjónustu á veitingastað, á baðsvæði, þar sem ég nú ekki bara að krauma eða hvað sem er. Það má ekki gleyma það, svo umræða að alltaf tala um skrifstofur. Að því skrifstof getur breyst. Ég vinn heima á mér, ég með skrifstof á krauma, heima líka. En ég með fólk í vinnu sem frábært fólk sem þarf að þjónusta aðra. Og þar þurfum við líka að hugsa eins og við vorum að tala um hvað þurfum við að gera. Við þurfum húsnæði í Borgarfjörð. Ég með líka fólki sem leita húsnæði til vilja stækka fjölskylduna en hafi ekki bolmagn til það, það vantar alls þar húsnæði. Því ég veit að þetta leikskólar, skólar fylgja mér, en það má ekki gleyma því. Ef við erum með gott land sem ég er spenntur að sjá hvernig það gerir bak við fjölskylduvæga vænt umhverfi, það er alveg hellinga fólki sem vil flytja frá Reykjavík í fjölskylduvænt umhverfi. Ég var að vinna í Reykjavík, það tók 45 mínútur að keyra úr vinnunni heim, ég bjó í Hafnarfirði.
Allt er við að 1,5 tíma vinnunar. Ég er 1,5 tíma að gera nýbútt. Þetta er bara sama. Fólk ekkert að horfa á þetta. Ég held að það máli Borgarbyggð þarf að pæla svolítið mikið í umhverfi hvernig hún getur boðið fjölskylduvæn umhverfi. Unga fólki vill fara í umhverfi sem getur fjölskylduvænt. Já, áhverjast. Ég held að við þurfum líka aðeins að passa okkur í þessar umræðu aðra kynslóður og yngra fólk. Það vill samt vinna með fólki, sko. Það mun ekki vilja vinna eitt við eldhúsið þó svo að geti það. Nei, þess vegna þurfum við líka kannski svolítið að bera sveigjanleg, eins og Áslaug kom inn á áðan, og skapa í rauninni umhverfi sem gott fyrir, gott mannlíf og menning og svona aðstæður til þess að skapa starf og svæði og taka sér svona, vera þá jafnvel í svona samvinnurými eða einhverju slíku. Þar sem þú þarft ekki að mæta hverjum einasta degi en þú vilt svona taka þátt í félagslífi. Grasrótar hreyfingar eins og til dæmis kvikmyndafélagið sem að taka þetta upp núna eru bara partur af því hvernig þau taka þátt í félagslífi og eru í samskipti við fólk þrátt fyrir að það séu ekki kannski eins og Eiríkur, hann yfirleitt ekki samskipti við einstaklinga, þetta meira í gegnum tölvuna. En ég held, það kom áðan í spjalli við hann Steinþór Pálsson að hann sagði sko hollusta og vellíðan. Það kannski svona það sem þið ættuð að einblína svolítið á. Og þetta það sama á Magnús Scheving talaði þegar þau voru að tala, eða þau voru að kynna fyrir okkur Latabæ. Við þurfum bara öll að fara í hollustu og vellíðan, bara ef að Borgarbyggð bara einblínir á það. Það svo mikið sem hér sem að varðar hollust og vellíðan. Matvælaframleiðslan á landbúnaðarskólanum og þessi nýsköpunar og þróunarsetur sem hefur verið að stofna þar, heita vatnið, Krauma, öll þessi hótel sem við erum með og svona, það svo margt sem við erum með náttúran, umhverfið okkar, sem við getum svona stutt undir þetta. Mjög spennandi. Eigum við að tóka að segja ykkur spurningur á sal, svona í lokin? Einhverjar pælingar? Ekki svo mikið frambjóðendur, við ekki láta ljósið skína núna? Kristján, það heyrðist alltaf nógu vel í mér. Páll eins og með kaldavatni þetta voru daga. En Páll var bæjarstjóri þegar sveitarstjóri, þegar ég voru að kvarta undan kaldavatninu. Og það var þessi spurninga því að það ekki allir sem skildu brandara, sko. Og það var ekki fyrir eftir nokkuð tíma að Orkuveitan fékkst að borðinu til þess að athuga með þennan skít í kaldavatninu. Og loksins fengust þeir að borðinu þegar að Páll var farin í SSVaf og Kolfinna kom hérna og ég þurfti eiginlega ekkert að gera eftir að Kolfinna kom hingað. Ég þurfti ekkert að hafa hátt eða æsa mig vegna þess að Kolfinna, hún sá þetta allt saman. Og þetta var í fyrsta skipti og í eina skiptið sem ég hef upplifað gríðarlega ánægju sem fyrirtækjaeigandi og atvinnurekandi. Þetta var í eina skiptið sem ég var tekið vel, fannst mér. Ég var svo ánægður. En þetta var fyrir hag okkar allra hérna í sveitarfélaginu vegna þess að við vorum að tala hreinsun á köldu vatni úr Grábrók. Þetta alveg rosalega flott vatn, kalt vatn sem við eigum hérna, litið af örverum, en mikið af gruggi. Og það byrjað að hreinsa þetta núna í dag. En ég ætlaði eiginlega að spurja í sambandi við, sko, þetta í þessa kosninga núna, ég fór nú að velta fyrir mér daginn, hvað eiginlega kosningamáli hérna í dag? Samkvæmt íbúakönnunum, þá eru bara þrjú atriði sem íbúum finnst svona vanta aðeins á og fá eiginlega fall einhvern hérna hjá íbúum. Það í fyrsta lagi atvinnumálin. Það að segja atvinnumálin og það að segja að það vantar mér í fjölbreytni í atvinnulífið. Og í öðru lagi þá það samgöngurnar og í þriðja lagi var það Bjarni, nú ég svo gamall. Nei, það var betri þjónustugæðin í skipulagsstættinu
og þetta hefur verið viðlandi hjá okkur og við verðum bara að passa okkur. Nú ætlum við bara að gleyma þessu gamla og nú ætlum allir frambjöndur að bara einbeita sér að þessu sem við erum framöndan og við ætlum að bæta þjónustugæði bæði í atvinnu og skipulagsmálum. Takk fyrir. Og spurningi var. Jú, ég heyrði spurninguna og þetta er náttúrulega það sem við erum byrjuð að gera. Það er að segja skipulagsmálin. Og það var tekið í gegn fyrir rétt rúmi ári síðan þá hófu þeir sem núna við störf og í nýjum störfum hófu störf. Þetta er á uppleið, þjónustan að batna en við þurfum að halda áfram, við þurfum að gera meira og þetta er eitt af því sem við þurfum að gera bara mjög vel og halda vel á spöðunum. Ég er sammála með atvinnumálin. Það er eitthvað sem við þurfum núna bara að taka föstum höndum og ég lít svolítið að þetta þing sem svona, og ég veit alveg að atvinnumál hafa áður verið á dagskrá og áður verið haldnir fundir og eitthvað slíkt. En ég lít að þetta þing kannski sem svona fyrsta skrefið í meira samtali og hvernig, þessari stefnumótun og hvert ætlum við. Og eftir þetta þing þá verðum við að ákveða líka og það er mjög gott að gera það með nýrri sveitarstjórn. Hvert ætlum við að fara í samstarfi við fyrirtækjaeigendur, íbúa, aðra, hagsmunaaðila í framþróun og þróun á atvinnumálum og þetta er bara gríðarlega stórt verkefni. Ég kom með mækinn. Frábært, ein spurning til viðbótar. Já, komið sæl og bara takk fyrir þennan frábæra fund í dag. Bara gaman að hlusta á okkur og mikil dýnamík í þessu. Ég er einmitt eina af frambjóðendunum þannig ég gæti ekki annað en tekið til máls. En það sem að mér finnst kannski svona bara sem pæling að það sem að skín kannski gegn og rauðu þráðurinn varðandi vöxt í sveitarfélögunum, hvernig við ætlum að stíga þessi skref inn í framtíðina í rauninni kannski ekki eingöngu að gera það nauðsynlega sem við þekkjum öll, það er þessi fyrirtækin og íbúðalóður og allt sér til staðar, heldur að við séum að búa til samfélag sem með einhvern veginn efni og anda sem laðar að og það er þetta gildismat og þessi lífsgæði sem fólk að líta til í dag. Og það er svolítið breyting frá því bara fyrir 30-40 ára síðan þegar samfélagið var einhvern veginn svo fast í því það þarf bara að vera vinna, húsnæði og matvöruverslun. Í dag þá erum við að horfa sem betur fyrir miklu meira á aðra þætti í samfélaginu sem að næra efni og anda. Og það er svona þessi X-faktor sem er svolítið erfitt að benda á. Hvað er það í samfélagi, þessi X-faktor sem færir til þess að langa til þess að fara þangað, til að setjast að. Og ég held að við þurfum svolítið kannski bara allt samfélagið að svona einhvern veginn að taka þetta svolítið með og það þarf líka atvinnulífið að gera. Af því að það er lykillinn af góðu samfélagi og það er lykillinn af veljan fólks að það búi í samfélagi sem líður vel í. Og ég held að ég fer stundum í leik með systru mínum og hann er þessi hvað 10 manns myndirðu velja í matabúð. Og leikurinn er stundum líka þannig, já það var þessi já hann er ekki einn af þessum 10 og svo kannski hittir einhverja manneski í fyrsta skipti og bara heyrðu ég hitti hana. Þú veist þessi er pottþétt einn af þessum 10 sem ég myndi bjóða í matabúðið. Og Borgarbyggð við erum að stefna því að vera einn af þessum 10 sem fólk vil koma og setja staði. Og mannauður, færni og þekking, það er í rauninni auðlindin sem við viljum fá, fólk með færni þekkingu og til þess að fá svona sterka einstaklingar í samfélagi þá þurfum við að skapa þennan X-faktor, að búa til öflugt menningarlíf, listalíf og fólk finnir dýnamík í samfélaginu sem við búum í. Auðvitað þurfa alltaf að vera þetta íþróttahús, þetta basic sem við erum búin að tala í mörg ár og þurfum að efla. En við þurfum að átta okkur á því að orkan og efnið í rauninni það sem við nærumst á í enda dags. Takk fyrir. Ef það eru ekki fleiri spurningar,
Ein stutti viðbót og svo held ég að við ættum að fara. Ég ekki í framboði þannig að þetta verður bara spurning. Ég heiti Þórarinn og ég fasteignasali hérna, þannig að ég ber mín afkomu að þess að búa hérna. Og ég svona hugsaði því sko að það hefur verið svona lína í gegnum þetta allt saman að sko það verði svo auðvelt að keyra í bæinn og vinna í bænum og búa hér. En sko ég vil fá að vita hver einhver stefna þá að sko byggja undir og hlúa þessum fyrirtækjum sem eru hérna fyrir og hvað hægt að gera til þess að sko hjálpa þeim að vaxa, tengja þau hérna við. Bragi náttúrulega sko bara hrós skilið fyrir að vera menntafullur og maður myndi vilja sjá það líka kannski inn í sveitarstjórn hjá þeim sem að geta gert það. Þannig að hver einhverjar pælingar að eða eigum við bara öll að vinna í bænum? Takk. Já, hugsunin kannski með svo ég taki hérna því að ég held að ég sé svona helst að svara honum en endilega fleiri. Hugsunin alltaf með þessu að það sé styttra til Reykjavíkur ekki endilega allir búi hér og vinni í Reykjavík, heldur það svo mikið þjónusta, það mikil samgangur sem þarf að vera á milli. Auðvitað verða einhver störf án staðsetningur og einhverju sem að munu pendla eitthvað á milli og hluta þannig. Já, við þurfum að halda vel utan þau fyrirtæki sem eru hérna og við þurfum að auka samtalið og ræða betur hvernig getum við komið að þessari uppbyggingu. Það skipulagsmálin koma þar sterkt inn í og við þurfum bara svona að efla og bæta þau og passa það að við tökum vel á þeim verkefnum sem koma inn til sveitarfélagsins frá fyrirtækjum í samfélaginu. Og þetta, þau fyrirtæki sem eru hérna og svona það er svo mikil það mjög mikil fjölbreytni og ég held að fjölbreytnin í sveitarfélaginu sé bara mikið meiri af atvinnu heldur en almenningur veit. Bara öll þau störf sem eru á Hvanneyri, öll þau sérfræðistörf sem verið að vinna í Borgarbyggð, þeir sem eru í fjarvinnu og búa bara hér og vinna bara hér heima í sér eða í einhverju leiguskrifstofu, fullt af svona störfum og svo eru þessi rótgrónu góðu fyrirtæki sem að gera það verkum að það öflugt atvinnulíf hérna og auðvitað þurfum við að taka undir með þeim og hjálpa þeim að styrkjast og stækka. Já, ein af spurningunum hérna mér sem var nú svona unnið í samkurli með þeim sem standa ráðstöndum var bara hvernig hjálpum við fyrirtækjum í Borgarbyggð að skala eða stækka? Hvernig styrkjum við þau? Því að samgöngur þýðir það ekki allir keyra í bæinn það hlýtur að vera líka í hináttunum. Þannig að það kannski einhver svona díalógur sem þarf að eiga sér stað líka. En það ekki kannski líka, mér alltaf fundist að Borgarbyggð þá landstórt sveitarfélag með marga kjarna, það kannski aðeins og gisið og aðeins og lítil. Ég spyr bara sem strákur og Breiðholtinu, það kannski örlítið og lítið fyrir Subway, skilur og Kentucky, það þessi kemur hérna, við erum aðeins og lítið, við náum ekki því og ég ekki að segja að það sé magnið í lífinu, bara benda á það einhver svona barrier sem við náum ekki og kannski þess vegna finnst okkur við vera aðeins minnum og sjáum ekki fjölbreytileika, ég bara velti í fyrir. Og við erum eitt af 10 stærstum sveitarfélögum landsins, við erum ekki lítil, en leið og við stækkum kannski tvöföldumst, þá verður stærðarhagkvæmnin meiri, það meiri stuðningur sem að hægt að fá. Þetta er dýrt sveitarfélag, er það ekki? Jú, ég held að all sveitarfélag finnst það fyrir dýr sveitarfélag og það er kostar að vera með alltaf þá þjónustu sem við erum að vera með. Þannig að ég held að hjá öllum sveitarfélagum þá skorti fjármagn, eða ekki? Heldur betur, ég er svo glöð ekki framboðurna. En það sem kannski maður hugsaði aðeins þegar maður hlustar á okkur, því maður heyrir alltaf tala um þessa skólasöfni sem heitir skiptir svo rosalega miklu máli, öfluga starfið ykkar og það er náttúrulega á að gefa gríðarlegan kraft inn í landbúnaðarháskóla. Það er rosalega tækifæri þar og bara það eru stjórnvöld alveg alla leið, það er bara eitthvað hér. En áherslu þessar ríkisstjórnar matvælaframleiðslu að gefa það, þannig að það eru gríðarleg tækifæri þar. Og svo þegar maður kom hérna með smá bombu ákveðna stétt sérfræðinga, þá verið að vinna í ráðuneytinu sem mjög relevant fyrir ykkur líka hér, að það að búa til svona opnum Ísland. Þannig að hvernig í samkeppni við allan heiminn
erlenda sérfræðinga, hvernig lögðu þið þennan hóp hingað? Þannig að það er verið að skoða í ráðuneytinu og þetta mun bara koma mjög bara að vera tilbúið fyrir haustið. Þú veist það verið að vinna þessa vinnu. Hvað gerum við til að vera meira eftirsóknarlegt og forsöndum fyrirtækjana? Hvernig fá þau þessa starfsmenn? Hvernig geta stjórnvöld komið inn í það með alls konar skattaívilnunum og þannig að fyrir þetta svæði, það var þetta eitthvað sem er spennandi og hvað hugsa þeir sem að velja sér erlendir sérfræðingar? Þeir horfa ok, what's in it for me og hvernig er verkefnið, en hvernig líka þannig koma með fjölskyldunum mín og setja stað? Hvernig er skólakerfið? Hvað get ég búið, eru atvinnutæki fyrir maka minn og hvernig er skólan? Þannig aftur held ég að styrkleika sem þetta byggja upp sem er ótrúlega spennandi og það vantar á Íslandi alþjóðlega deild í grunnskóla. Það vantar fleiri fjölbreyttari alþjóðlega grunnskóla, það vantar jafnvel að hugsa leikskóla með tvítingi og fleiri tungumál, en að þarna eru komið tækifæri fyrir pólitíkina í Borgarbyggð. Og má ég bæta einu af því að þú nefndir þetta, að við erum með 2 lækna í hópi Úkraínufólksins, við erum með fólk sem er vant í að reka fyrirtæki, við erum með allan þennan mannauð sem við getum virkjað. Og það er ekki lítill ávinningur. Frábært. Það var bara, ég ætlaði bara að þetta að því að þetta samstarf sem Margrét er búin að nefna á milli okkar, það er búið að vera alveg ótrúlega ánægilegt og það er líka búið að vera þvert á allar stofnanir eða svið sveitafélagsins. Við erum bara öll að koma að verkefninu og það er svo gott að finna þetta teymi sem er utan þetta frá mismunandi aðilum og líka mismunandi aðilum innan sveitafélagsins. Og við erum öll að stefna þið sama. Þarna er fólk sem er bara gríðarlegur mannauður. Við viljum halda þeim sem flestum af því að þetta er bara fólk sem er bara taka þetta skref og þetta er fólk eins og við og þið. Og þau vilja bara gera gott fyrir sveitarfélagið og þau geta verið náttúrulega líka tækifærin okkar í að eflast og breytast og verða fjölbreytt samfélag og við lærum eitthvað nýtt af þeim, þessu góðu íbúum og svona samstarfi. Loka spurning, gjör svo vel, örstutt. Sveitarstjóri, hvað á að verja miklu fé til gatnagerðar á næsta ári og árið þar eftir í samkvæmt fjárfestingaráætlun? Það er í höndum nýrrar sveitarstjórnar að taka ákvörðun það. Fjárfestingaráætlanir sveitarfélaga eru til 5 ára og fjárfestingaráætlun og fjárhagsáætlanir næsta árs, sem sagt núna 2022, eru fastar, er það sem á að fara eftir og ber að fara eftir og ef það verður ekki fara eftir því eða á ekki fara eftir því þá þarf að gera viðauka. Miðað við fjárfestingaráætlunina núna þá er ekki búið að taka ákvarðanir næstu vega framkvæmdir eða það er að segja uppbyggingu vega, þannig að viðhald vega er alltaf inni en svona gatnaframkvæmdir og annað, þetta er það sem að fer af stað í haust, bara þessi vinna hvernig verður fjárhagsáætlun okkar á næsta ári og hvernig sjáum við fjárhagsáætlun til næstu 5 ára. Heyrðu, nú erum við komin góðan hálftíma fram með áætlun. Þannig að ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir ykkur sem sátt í panel og fyrirlesar. Þetta var virkilega spennandi og ég fer allan út svona með svolítið meira loft í brjóstinu en áður. Takk kærlega fyrir.